Klukkan orðin 4, það föstudagurinn 25. ágúst og FM 95 Blö hefur hafið göngu sína þennan, drottins dýrðardag. Auðun Blöndal heiti ég og í fantafíling, beint á móti mér sitja tvei trúðar, annar vöðvar og hinn meiddur eftir hlaup. Ég ætla að byrja á vöðvastykkinu. Egill Einarsson, hvernig ertu þennan föstudaginn? Ég held ég hafði ekki verið betri. Það gott að heyra. Jú, þú einu sinni betri. Einu sinni tvisar kannski verið betri. Einu sinni tvisar, en það fílingur í þér. Ég er hrikalega góður. Hvað er það sem gerir þið svona góðan þennan föstudaginn? Sunshine. Nei, það er ekki sól úti en Ok, eitthvað annað? Var ekki sól á það? Nei, hvað ertu fullur að það? Nei, alls ekki. Það er skýjað úti. Já, það er sumar ennþá. Það er sumar, það er rétt, það er ekki Það er ekki komið vetur. Nei, það er ekki komið haust, það er ekki fyrst þess eftir bara. Enski boltinn er komin í gang, það er bardagi á morgun, Ísland-Finnland eftir viku, ég get ekki betri. Það er gott að heyra, en hvað segir hlauparinn Mikli sem sigraði, hvað varst að segja með hérna á laugardaginn? Þú sigrað hug og hjörtu þjóðarinnar, nei, hvernig orðar þetta? Já, þú nokkuð vel með þetta á hreinu. Ég er Finnlandi góður og fróandi fínn. Það er gott að heyra. Ég er í hættulegum gír, ég viðurkenni það. Það er föstudagur, það styttist í helgi. Hún er svona nokkuð veginn mætt og styttist í helgi, er hún ekki komin? 4 á föstudag? Það er bæjarhátíð í Mosfellsbæ. Það er nú ekki oft partí í Mosfellsbæ, ég viðurkenni það. En þegar það er, þá er það partí. En bæjarhátíð? Ekki fara drullið við bæjarhátíðinu. Já, alls ekkert að drullið. Hvað er gert á bæjarhátíðinu? Það er, strákar, hvað er gert? Ég segi bara, hvað er ekki gert? Hvernig til dæmis dagskráin í kvöld? Já, það er skrúðgöngur og Skrúðganga? Já, skrúðganga fram með bæði torgi. Hljómar illa spennandi. Einhvers konar Það eru tónleikar og það er mikið og svo er aðalkvöldið á morgun. Það eru nú úti tónleikar og ég er nú að kynna það, þannig að ég hef reyndar kynnt þetta með þér eins og Já. Nei, mann rétt. Það var mjög gaman. Svo er líka, strákar, svo er líka bara bardagi. Ég hef ekki hitt einn mann. Maður er að peppast fyrir þessum bardaga. Ég er að ofpeppast. Ég hef ekki hitt eina mannski sem ætlar ekki að horfa á hana bardaga. Fyrst var þetta svolítið, þetta er bara sirkus, eitthvað svona rugl og meðið með rústunum og allt þetta. Svo allt í einu er maður núna orðið bara, herðu, shit, þetta er á morgun. Og það er gaman að segja bara því, ef þú ert ekki með Stöð 2 Sport, þá getur þú keypt pay-per-view á 6.000 krónur. Og bara keyptir bardagan. Sem er ódýrara. Já, sem dæmi, þetta kostar $100 í Bandaríkjunum sem er 13 skall. Þannig að þetta er ekki dýrt. Mér finnst 13 skall fyrir að horfa á bardagan heim í stofi hér. Mér finnst það mikið. Ég meina, Stöð 2 Sport að bjóða út á 6.000. Það er vel gert. Ekki þið hittist 13 félagarnir. Nei, það er rétt, það voru ekki það dýrt. Nei, en við erum með fanta þáttandi ykkur í dag, kæru hlustendur. Ber þar hæsta Frikki Dór ætlar að koma í spjall til okkar. Já. Hann átti viðburðaríka menningarnótt. Það er eitthvað sem við þurfum að ræða við hann. Já, þetta var skrítið. Þetta var skrítið, en þetta skrifast ekki á hann. Nei. Það er yfir með honum eftir. Já, og sko, hann fari að vera með okkur í spurningakeppni Gilsarans í dag, eða ekki? Jú, rétt. Svo erum við með, Hjöttár hashtag fashion sem hefur séð alla tísku í FM 95 Blöð bara síðustu 6 ár. Já. Ég ætla að slá á þráðuna á honum. Ég veit hann er staddur erlendis og ætla að ræða við hann þetta HM-partí, hvort að hann hefur verið boðinn og annað. Já, bara að fá að vita hvort þetta sé heitt eða kalt. Já, var þetta heitt eða kalt að þetta gær. Við erum með augljósa staðrendir líka í dag. Þeir eru búin að vera smá pásu. Já, það eru brakandi ferskar í dag. Það eru mjög augljósar, ég get lofað eitthvað því. Já, svo eru við líka með hvort myndur frekar. Ágúst Bent kemur í heimsókn líka, þannig að það má segja að það sé þéttur og góðu þáttur í dag. Það verður partí í dag. Eins og alltaf. Já, það er líka, það er bullandi föstudagurinn. Já. Ég til í þetta, en við getum nú vel ekki, farið úr þessar innkomu Steindi á hans að ræða hans við þetta marathon. Nei, einmitt. Hvernig er skrokkurinn að þið búin að vera eftir hlaupið? Málið er að skrokkurinn hann var alveg hræðilegur eftir þetta. Þetta haltra allavega. Já, ég haltraði, ég var alltaf fyrst bara daginn, sama dag. Setni partinn daginn, ég fór í ísbað, ég sett á mig alls konar krem, tók vöðvaslakandi, bólgueyðandi, verkjalyf, allt saman. Okay. Síðan daginn eftir gæti ég bara ekki gengið. Nei, þegar ég hitti það á mánudeginum og þá þurfti að keyra þér. Já, þú treystir þér ekki að keyra. Ég gæti ekki keyrt í vinnuna, ég þurfti að fá fara í vinnuna. Ég er allir að koma til, en ég er ennþá haltur. Það er eitthvað í gangi með vinstri fótinn og ég ætla að fara að láta kíkja á það. Þannig að þú ert ekki, það má segja viku seinna, ert ekki búin að jafna þig? Nei, ég er ekki búin að jafna mig. Nei. Og svolítið langt frá því. Það er að hlaupa næsta ári? Það getur vel verið. Ég ætla að passa mig að lofa engu, en það er líklegt. Var þetta erfiðar hún í helst? Nei, þetta var það ekki. Nei? En það voru 2 kaflar í hlaupinu sem döðbrá. Þegar ég hljóp fram á 3 km skilti, þá hélt ég væri búin að hlaupa svona 7-8 og þá
döðbrá mér og ég sagði við gæðin, herri, ég að stífna upp í vinstri, ég í tómu veseni hérna. Þá gáði mér snikkaspita eða eitthvað og slóa á mig, ég var að hlaupa með slökkviliðsmönnum og hlustuðu ekki á neitt væl já, þeir voru bara, heyrðu, bara þú vælir ekki í kringu slökkviliðsmenn ég veit það og ég vissi líka að ég geti ekki verið að kasta hangla eftir 3 kilometra, ég var bara hræddur að eftir 3? Ég held ég var að fá krampa ég var ekkert þoltengt, það var bara, ég held ég var að fá krampa síðan fór ég bara gott flug 5-15 var ég bara á autopilot með góðan playlista og bara stemningin á það að halda mér hérna góðum og þetta var bara, það gekk vel á 17 kilometra þá lendi ég á þessum vegg sem allir tala um nú hef ég lent á veggnum og það var, ég fór að sjá óskýrt og ég held þetta að vera svit í augunum á mig, nuttaði augunum og svona og þá sá ég bara svart í nokkra sekundur og þá leist mér ekkert á, ég misti sjónina tímabundið á 17 kilometra þá var ég farin að vera smá stressaði fyrir þessu en síðan bara náðist þetta náði ég að klára ég menn þetta hafðist á fínum tíma og toppaði Pétur Jóhann það var allt út í fytubólum liggjandi frá 18. til 21. kilometrin en í lokin var allt út í fytubólum liggjandi ekki endilega bara fytubólum líka bara einhverju liði sem var bara í hlauparaformi þá láðátum allt og vera hjúgræði og ég hugsaði ég get ekki lent í þessu þá var þetta fólk sem kannski fekk einhvern súrefniskort eða krampa sem allveg eðlilegt sko. já, ég verð að viðurkenna það Steindi þú komst mér á óvart þarna ég gefði þér það og já, eins og kom fram á samfélagsmiðlum já, herru, þetta fyrir þig Egill Jennifer Lopez og Pitbull J-Lo Thank you lagið er On the Floor geggjaða lag já, ég veit þetta gott lag maður eldist þið ekki ágætlega? Ágætlega? Já, ég set nú spurning að merkja á það já, en sko, Pitbull getur ekki keift sér hittara í dag það er langt sér að koma ykkur á kallinum hann geggar allar helgar hann geggar allar helgar já, ég tek það ekki þannig að gegga allar helgar en það er orðið heldur langt sér að koma nýjan slagara spáði gegga með honum spáði heyri honum já, herru, það er komið að slúðri hér í FM 95 Blö og já, ég ætla að byrja slúðupakkan á svona celebrity beef eins og við köllum það hér í þessum þætti elska það þeir eru víst ekki, þetta samt kemur óvart að þegar ég er svona haldið að þeir væri góði vinnir en Gordon Ramsay og Jamie Oliver eru víst ekki miklu vinnir tveir kokkar já, svona celebrity kokkar þú og Gordon eða ekki er ég og Gordon félagar? Ekki? Nei, I wish voru að hanga saman þannig á austur einhvern tímann þú hljóst eitthvað upp á hann og baðst minna selfie já, erum við þá félagar eða? Af því að ég er vangið ekki félagar? Nei, hann, já, svona rétt nefnt að taka mynd með mér og baði mér svo að fara þannig að við vorum ekki meiri félagar en það svona ég sá bara að ég var að ónáða hann sko en já, félagið minn Gordon Ramsay hann lét að hafa eftir sér að matreiðslumaðurinn Jamie Oliver væri feitabolla og veitingastæðina hans sem að Jamie já sko Jamie Oliver til að byrja með bara ekki rassfeitur já sko ég horfði reyndar á hann núna í sjónvarpinu daginn hann er að tútna út hann er á okkur svona tímabili já það er minna hann sem ég ferði svo langt að segja sig feitur það er toppstandi en Gordon já hann er að blása út sko og sko ekki bara kalla hann feitan heldur staðan að veitingastæðina hans væru lélir já og Jamie Oliver ég verð reyndar að gefa Jamie Oliver það að hann skildi ekkit að þessu skildi ekkit í þessu rugli og sagði hann getur ekki verið öfundsjúkur til mig en Gordon Ramsay því að það er engum breskum kokki gengið að vel í bandarísku sjónvarpi á Gordon og hann hefur búin að negla þetta hann er með þetta, það er bara þannig þannig að hann hrósar tilbaka hann er killing him with kindness eins og sagt í laginu sko. ég er mjög ánægð með það celebrity beef nei, veistu að þetta hann er taking the higher ground og ég er ánægð með hann Gordon, þú vil elska í Gordon Ramsay já, sko, ég dýrka þættina hann virðist vera svona, bara leiðenda púki nei, allir sem afgreitt hann og kynstónu sem þetta sé snillingur ég meina, hann sagði auðvitað að drulla sér í burt eftir hennar selfie já, það var bara því að hann var fullur austur og hann sagði mig kannski ekki að drulla mér í burtu hann sagði bara, ok, no problem now, let us enjoy the night eða eitthvað svona, ég bara, já, hvað held hann, ég ætlaði bara að hanga hann ég hef aldrei getað hort á Gordon Ramsay frábæri þættir, Masterchef og allt þetta það skemmst þessi ég ger er að horfa á Gordon Ramsay mér er svo leiðilegt að horfa á einhvern öskrandi í 40 hann er ekki, hann er alltaf öskrandi þú horfa á Masterchef, hann öskrar aldrei þar Masterchef, ok svo er mikið Hotel Hell, djúðlega gott shit mikið í slúður núna Rich Piana hann er, frægari en ég held að hann væri bara, Íslendingar vissu svona hver hann væri út af henni Söru sem hann var gift honum en hann er á öllum stærstu slúðursíðunum frægur bodybuilder og hann er vist látin ef maður marka samfélagsmiðla það er samt ekki búið að staðfesta þetta
Nú, Það ekki öllum miðlum að setja á hann Jú, það allir að setja bara rest in peace og Mikið að bodybuildurum á Twitter að segja rest in peace, þannig líklega farin yfir móðuna miklu, kallinn. Það voru nú einhverja fréttir daginn þar sem að þá lá hann illa haldinn á sjúkrahúsi eftir og á heimili hans fundust sterar og annað góðgæti. Kannski kom ekkert mörgum á vort að fundust sterar heima. Það ekki góð blanda að taka stera fyrir 1,2 á mánuði eins og hann var að gera og taka síðan fjall af kókaini á hverju kvöldi. Var hann að taka stera fyrir 1,2 á mánuði? Já. Hann líka sko leit út bara eins og ég veit ekki hvað, þetta er mikið. Blandar þessu við kókaini, þetta er svo wrestlingaðinir á lendi, þeir eru til heimilsa niður, kókaini við sterana. Ekki góð blanda því miður, hann er stendið og láta það eiga sig. Nei, bara, hvorugt það gott sko. Stendið hann frá dæluna þegar hann var í rættina. Já, þannig að þú meinar ég að hætta sér þetta, já ekki að vera að taka öðru hvort allavega. Já, ekki að vera að dæli með sterum og að vera að taka fjalla kókain hverju kvöldi. Nei. Já, ég skal hætta því. Þú þarft ekki að hafa miklu ráðgjörð því. Ég skal hætta því. Svo er það, loka talandum celebrity beef. Þetta ég veit ekki hvað mér finnst þetta, ég ætla að lesa þetta fyrir ykkur, en það verið að tala að Taylor Swift sé að setja rosalega nagla í Kanye West með að vera að droppa nýjustu plötunni sinni 10. november og það er á akkurat 10 ár núna 10. november síðan að mamma Kanye West dó og Vá, hvað þetta er langsótt. Hvað meinar? Ég bara að vera sperrólega. Æ, ert að grínast í. Er Kanye West að segja þetta? Nei, bara fjölmiðlar úti er að spá hvort að hún sé að gera þetta svona til að get back at him eins og stendur hérna. Það eru 10 ár upp á dag. Mamman stó. Upp á dag. Og þá er hún að gefa út nýju plötuna sinna Reputation. Munar ekki einum degi? Nei, þetta er upp á dag. Þetta er bara eitthvað tilvílum. Hvað heldur að hún sé að fara, heldur að hún hafi farið að googla það og komist að því hvernig mammans Kanye West dó? Nei, ég trúi ekki upp á hann. Hvað heldur þetta sé bara mesti geðsjúklingur ever? Þetta er frægasta celebrity beef í heiminum í dag. Já, hún ferði ekki aldrei ferði að blanda mömmu. Voru þau ekki búin að bury the hatchet fyrir löngu? Já, og svo gerði hann að make that bitch famous og það var einhvern veginn aftur að það fyrir hann allar hellur. Þannig að maður veit ekki. Nei, ég held ég verða að vera með þér í liðið þarna stendi. Ég held þetta hljóta að vera bara tilviljun og svona bandaríski fjölmiðlar er hann að gera bara missúringu eða úlvaldur mýfluga, hvað sem maður segir. Þetta er samt, það hard celebrity beef, að þú veist, kannski er hann bara playing hardball. Heldur það? Já, hún er grjótörð sko. Já. Ég ætla að segja þetta sér planað. Þetta var slúður dagsins. Egil, sáttu með það? Mitt frekar slagt þetta. Já, mér fannst þetta bara að vera lélegt. Þetta var mjög gott slúður. Átt þú rétt á slysabótum, en kemur þínum málum ekki áfram? Við hjálpum þér að sækja réttin. Fulltingi, þinn réttur til bóta. Stærsti bardagi ársins er á American Bar. Floyd Mayweather gegn Conor McGregor, laugardagskvöldið 27. ágúst. American Bar, staðurinn þinn. Risafrelsi hjá Vodafone. 15 GB ótakmarkaða mínútur og SMS á aðeins 2990. Vodafone. Við tengjum þig. Komdu með tölvuna þína í Makland og við getum gert kraftaverk. Það er að segja, við getum uppfært hana fljótt og örugglega. Það er nú talsvert. Makland, besta land í heimi. Finnst þér gaman að henda drykk á dömuna eða fellan? Við vitum það og við vitum að þú veist að við vitum það. Þess vegna eru 2 fyrir 1 á barnum á fabrikunni frá 9 á kvöldin til lokunar alla daga alltaf. Og svo skuttlum við þér frítt á singalong eður brekkusöngskvöld á græna herberginu þar sem þú færð ókeipis drykk. Fabrikan. Veisla framundan. Pantaðu veisluplatta á Subway. Aðeins 4.499 krónur fyrir 6-8 manns. Sjáumst á Subway. Alltaf heitasta í tískunni, íslenska glamúr á vísi.is. Komdu á völlin og fylgstu með Inkasso-deildinni í sumar. Fótbolti í fyrstu deild. Inkasso. Glænýr sýningarsalur ásamt stærra og betra útisvæði. Höfðabílar. Fosshálsi 27. Draghálsmegin. Míniborgarar. Pantaðu á netinu. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða.
Jú, virkilega flott lag hér á ferðinni. Það styttist að við heyrum í hashtag Hjötta. Við ætlum að ræða við hann HM-partíið sem var í gær og bara hvað sé heitt og hvað sé kalt. Við erum þetta bara tveir í stúdíónu núna, ég og Egill Einarsson. Hann ekki hérna steindi, ætla að segja fastur ekki hérna. Já, bara ég og Master of Pooh erum minni núna. Ha? Master of Pooh. Master of Pooh. Ég ætla að kalla þig Master of Pooh. Þú kalla mig ekki mínu nafni. Þannig ég mun kalla þig... Kalla ég þig ekki í þínu nafni? Nei. Hvað meinar þú? Ég sagði það fyrir 2 vikur síðan að ég kallaði vöðvingin í dag. Þú enda að segja Egill. Herru, höfum eitt á hreinu. Þú heitir Egill. Ég heiti ekki Master of Pooh. Þú heitir Master of Pooh núna, jú? Nei. Þú kallaði mig alltaf Egill. Ég búið lögum að segja ég kalla þig ekki vöðvingin. Átti ég þá sem að segja núna bara, við erum bara tveir hérna, ég og vöðvingin. Og ef ég segja ekki vöðvingin, alltaf þú alltaf að kalla mig Master of Pooh. Og hvenær kom Master fyrir framann þetta? Ég veit ekki, menn það hljóma vel. Master of Pooh. Er ég þá meistari kúksins eða? Ertu veikum þar? Þannig að eina skipti sem ég heyri Egill eins og þetta. Já, bara sem er by the way nafnið þitt. Allir þetta kallar mig vöðvingin. Nei. Mamma, amma. Glætan að mamma en og amma en kalliði vöðving. Og viðskiptavinnur og vinir og allir. Vöðvingin. Og finnst þér þetta það flott nafn svona líka til að byrja með? Hvað mennur þú? Finnst þér svona flott að vera kallað vöðvingin? Nafnið mitt? Já, bara asnalegt. Það er það Master of Pooh. Býttu, ég var að segja vöðvingin núna. Já, bara haldar á tánum. Já, þú getur ekki kallað mig Master of Pooh þegar ég segi vöðvingi. Hvað er stendi? Akkur er hann ekki? Æ, ég veit það ekki. Við erum hérna á leiðin í kortmyndur frekar og það vantar fíblið. Hvað fór hann að reykja það? Ég bara veit það ekki. Sko, það er erfitt að fara í kortmyndur frekar þegar við erum bara 2. Þannig að þetta er smá vesen hérna í gangi. Hann er það vitlaus þessi drengur. Hvað byrjum við þetta bara áður hann kemur að hvað? Já, ég get svo sem bara spurt þig fyrst og hann kemur þá bara að segja sér. Nei, kemur hann hlaupandi þessi vitleysingur maður. Jæja, herru, þá getum við farið í kortmyndur frekar. Og voru að koma nýjar upplýsingar þegar ég kalla hann Egill, þá ætlar hann að kalla mig Master of Pooh af því að hann heitir ekki Egill lengur. Master of Pooh? Já, það er svæðilegt nafn. Nei, það er eins og hérna bara, hvað heit aftur kallinn í Karate Kid? Mr. Miyagi? Já, þú veit svona, þetta er svona flott svona nafn. Hann kallar aldrei vöðvingin. En frábært hvernig hann fæ ég þá líka að kalla hann Master of Pooh eða? Nei. Já, jú, það ekki. Nei, þá ætlum ég að kalla þig Rungaran. Nei, bara því ég veit þú vilt það ekki. Kristján Óli félagið minni kallaði það er Vilun að segja sem kallaði það fyrir. Þú getur ekki verið að stela nickname sem. Það er komið að dagskrárinu kortmyndur frekar og þetta eru 3 spurningar eins og alltaf og ég ætla að byrja hér á kortmyndur frekar drengir. Heilsa alltaf með sleik það sem eftir er. Bara allir sem þið heilsið þá þurfum við að fara í bara svona að taka franskankost. Bara pappiðin líka? Eða leika í einni blárri bíómynd. Já, sko Er bíómyndin gefin út eða? Já, hún fer á netið. Já, frábært. Sko Skára hún fara á AFS, sko, myndi færi sjá hana þannig, sko. Ok, ég skal gefa það, hún fer bara DFT og AFS. Það var enginn á DFT lengur. Já, orðan þannig, ég myndi verða mér út hann ef þú verður í Já, það er þetta góða punktur. Sko, það er Heilsa öllum með sleik. Já, ekkert eitthvað löngum. Þetta er ríkalegi valmöguleikar. Það var að hitta the president. Þetta bara í sleik. Já, náttúrulega, það er ekkert allir sem taka mótið þér. Þannig að það myndi flestir bara finna þér. Já, bara Satt Guðni TH er maður fólksins, sko. Hann myndi alveg taka eitt stella. Hann er ekkert að fyrir sleik við Egil þó hann sé maður fólksins, sko. Sko, málega það. Það er ríkalega leiðilegt að þurfa að fara í sleik og allir svo heitir. Þú veist, þú ert að hitta vinina, þú ert að hitta foreldræna, þú ert að hitta tengda foreldræna. Þú ert ekki að segja okkur fréttir þetta, ég gerir mér alveg grein fyrir því, sko. En þú hittir börn. Ok, börn eru off limits. Það er skrítið, það er mjög sérstætt. Það er 17 aldurstakmark. 17 ára? 17? En ef að Stendi hittir, hann fætti mömmu sem er í mat. Það er alveg heldur sleikt. Já, það þurftu að fara í sleik, sennilega. Já, bara eitt stuttan. En það er ekkert allir sem taka á móti. Þetta er hellaði valmöguleika. Já, ég ákvað að hendi eina svona erfið hand ykkur núna. En ég þarf svar, ég ætla að byrja á þér vöðingi. Hversu blámynd er þetta? Er þetta ekki bara ljósblámynd? Sko, það sem farið yfir pros and cons, sko, það sem fyrir maður sér verið þetta. Það hefur gett frábár hluti fyrir mörg celebrities að gefa út erotíska mynd. Kim Kardashian, Paris Hilton, lífið þeirra var in the shitter. Hvað er Paris Hilton? Tommy. Já, Tommy. Hvað er þetta fólk í dag? Kim Kardashian er billionaire. Paris Hilton er alltaf partying og no till.
Tommy er vantilega bara það eitthvað svona til að statusa það? Já, ég meina hvað, hún bara eitthvað svona mubla í einhverju flöskuborð einhvers staðar í Vegas. Þú ferð ekki og lokar viðskiptadíl við Björg og Thor, þú ætti að vera í sleikuðan fyrst. Góða punktur. Ég ætla að gefa út mynd. Já, eruð maður ekki að taka það? Hitti alveg hræðilegt. Já, það að vera þannig. Getur ekki hitt neitt náttúrulega að reyna að vera í sleikuðan? Helst á Vaffa-S, það möguleiki. Já, skal ég gefa ykkur það, fyrir beint á Vaffa-S. En það held ég að myndi ekki gefa út myndin ykkur og færi beint á Vaffa-S. Ég held að myndi nú ekkert margir sæki í þessa mynd, sko. Nei, það held ég ekki. Hvað myndir þið skýra myndina þarna? Ói, bara næsta spurning. The Marathon Man. Það mjög gott nafn. Bara þú í sólarhring. Nei, þá er ég að tala um að því að hann er hlaupari. Ég var ekki að tala um að myndi endast, sko. Það verður þá frekar bara gone in 60 seconds. Hvað var það hér næsta? Hvort myndi frekar vera í besta kór Ísland? Það er nú Frikki Dóra að koma eftir og hann er að fara að gera þætti með kórum. Þeir í besta kór Íslands eða í besta keilulið landsins? Sko hingað, það hefur þótt neikvætt að vera í kór. Alveg þangað til bara nýlega. Hvað er það neikvætt? Já, þú veit, menn var þetta að setja þetta bara, þú veist, hey, choir boy. Fuck you, það var ekki þetta var í annar hverju Nei, það er bara Arnold Schwarzenegger sem har sagt það. You're a choir boy, það getur að segja þetta. Það var hann við og sett kórdrengur. Já, en það var alltaf neikvætt. Nú, þetta er bara töff nýlega. Já, reyndar, þú veist, Adrian eins og í Britain's Got Talent og svona, það er oft flott að sjá kórana, sko. Já, Mensves er í kór og Fjallabræður er flott að kór. Þegar miskilja kórakonsepti alveg gjössanna. Kór er alveg eins og golf. Þetta er afsökun fyrir utalansferðum og fyllir í. Þetta eru bara vinahópar sem henda sér í kór og kynnast einhverjum öðrum vinahópum þar og allt hinn eru orðin 40 saman. Það er ekki allt tengt fyllir í stendi. Þetta ger ekki annað en að safna sér saman fyrir næstu ferð. Þetta er alltaf hannig. Kórar, það snýst kór. Ok, hvort myndur þú vilja vera í besta kóralandsins eða besta keilulið landsins? Ég meina besta keilulið landsins, en mjög slagt samt svona heimsmæli hvað það. Ég bara veit ekki hvað við Íslendingar stöndum. Náttúrulega við eigum eina bestu keiluhöll Evrópu í dag. Já, ég held við langt frá því að eiga bestu keilara. Sko, ef þú ert besti keilari heimi, þá er þetta tómálum. Já. En þetta er besta keilulið landsins. Hversu góður eru þeir? Ég bara þekki það ekki. Þeir eru að ná svona 96 til 150 pinnum niður í leik. Er þetta eitthvað rugl? Það er besta keilulið landsins. Það er besta keilulið landsins. Nei, það er miklu betur en það. Alls ekki. Ég sé góða keilar í Íslandi, þeir eru allir yfir 200 alltaf. Ok, ég skal lofa þér því. Ef ég fengi að safna saman í lið, þá geti ég unnið besta keilulið landsins. Þó að hlaupi 21 km stendi, hættu þessu. Ég þarf svar. Þegar ég fyrir keilu, þá er ég að drita niður svona 170 pinnum og ég fyrir keilu, sko, ég er ekki fastagestur í keilu. Ætlaðu að svara? Ég vel keilu. Já, ég veit að því að bara svo töff það er nýlegar töffari kór. Já. Það er klassist að vera í keilu. Ég vel keiluna líka, sérstaklega því að þar getur maður fengið eitthvað töff jakka sem maður er búin að sæna aftan á eitthvað flotta mynd og maður getur verið með sína eigin kúlu, flotta grifflu. Ef þú ert í kór þá ertu yfirleitt bara í jakkafötum og þú ert að taka fyrir eitthvað svona leiðileg gigg. Þannig að ég segi keilan. Þá er það þriðja og síðasta spurningin og þessi er áhugaverð, hún hefur aldrei komið áður. Hvort myndið þið frekar vilja vera, bara eins og Egill og Sneidi, hvort myndið þið frekar vilja vera hangin eins og hestur eða hangin eins og hamstur? Og ég er búinn að rannsaka þetta svolítið. Meðal fermingabróðir er 12 cm víst. Rétt rúm er 11. Og ef þið veljið að vera hangin eins og hestur, þá ætlum ég að henda okkur 26 cm. Ef þið veljið að vera hangin eins og hamstur, þá ætlum ég að setja okkur 4 cm. Hestar ekki alveg með hátt upp í hálfan meter eða? Já, en sko stærsti sem hefur mælst er 34 cm, þannig þið væri alveg þar næstu í sko. En byrju, þetta ekki að tala um alveg hest? Það var figure of speech öðra, ég ætla að vera að tala um... Já, figure of speech. Ok, fyrir ekki. Já, þetta var ekki alveg... Ég ætla að vera að tala bara væri bara eins og hestur. Það er ekki til hamstur sem er með 4 cm tippið? Nei. Það væri svolítið, þegar maður fyrir að hugsa það væri það skrítið. Þegar hamstur er svona 8 cm. Já, þá væri hann hangin eins og hestur með að við stærri vitlisingum. Ég var reynda til að eiga hamstur með 4 cm kvikindi. Já, en þannig ég basically að spyrja ykkur hvort myndið velja að vera með eitt sem að telst mjög lítill 4 eða eitt sem er allt of stór 26. Já, sko það er vesen á bæði, sko. Já, það er bæði vesen. Já. Það er rétt hjá þér. Ég, sko ég hugsa ég hugsa samt að maður myndi nú alltaf velja
kvikindið maður, er það ekki? 26. Já. En hamsturinn? Það væri leiðilegt að vera með, nei, ég veit ekki, það hættir ekki, hvað má maður segja þetta? Ég veit ekki, má maður segja allt það? Já, ok, bara hvort viltu vera hanginn hamstur eða hestur? Ég hugsa hestur. En svo eitt í þessu, sko, að ég held að sko, þessi menn, sko, þessi gæi sem þú tala þetta var alveg maður, eða ekki? Já. Ég meina, getur hann næra fullri reist? Ég bara þekki það ekki, ég veit ekki hvað þetta er. Fylgdi ekki með spurningum? Nei. Ég held að það getur vesinn. Ég vel hestin. Þú tekur hestin, Egill. Tek hestin. Það þarf að taka hamsturinn, eða? Ég fílaði að tekið hamsturinn. Ég ætla að taka hamsturinn. Hér er þetta smástund, Frikki Dór er að koma í spjall og svo heyrum við í #Hjötta. Þetta fara að spila slagga og njóta og lifa. Lofa þér, ey. Vertu hér hjá mér, ey. Þú ert ég með allt sem ég þarf. Ekkert bíða sem hér og þar, ey. Segðu mér að ég sé þinn og segðu mér að ég sé inn, ey. Ég vil það, já, já. Segðu mér að ég sé þinn, ekki vera feimin, ey. Ég vil það, ég dregi nandan og ég held á stað. Represent og tegru tekið sama hvað. Með bretti gundir fótum að lifa og njóta. Ég klíns upp og ekki fæ mér ekki í glas. Slagur og góður róli, góður fjölskap. Ég skapa listi, gerir sitt, ég kann það. Ég lifa með að vinna og ekki nýtis þess að lifa. Ekki slaka motherfucker, bara baby það er sumar. Orðfjörn verið mig, ekkert sem að stoppa mig. Tækir fyrir hér og þar, gott þessi blassa við, ey, já. Gott þessi blassa við, ég er slagur að njóta og lifa. Fagur dagur, já góður, ég finn það. Ég er slagur að njóta og lifa. Fagur dagur, já góður, ég finn það. Ey, ey. Lofa þér, ey. Vertu hér hjá mér, ey. Þú ert ég með allt sem ég þarf. Ekkert bíða sem hér og þar. Lofa þér, ey. Vertu hér hjá mér, ey. Þú ert ég með allt sem ég þarf. Ekkert bíða sem hér og þar, ey. Segðu mér að ég sé þinn og segðu mér að ég sé inn, ey. Ég vil það, já, já, já. Segðu mér að ég sé þinn, ekki vera feimin, ey. Ég vil það, já, já. Ert þú búinn að tryggja þig sæti í tónlistaráð FM 957? Við viljum hafa þig með í tónlistavalinu. Farðu á fm957.is, smeltu á tónlistaráð FM 957 og komdu þínum skoðunum á framfæri. fm957.is. Öll gæludýr hafa sérþarfir. Við hugum að þeim. Royal Canin. Stærsti bardagi ársins er á American Bar. Floyd Mayweather gegn Conor McGregor, laugardagskvöldið 27. ágúst. American Bar, staðurinn þinn. Risafrelsi hjá Vodafone. 15 GB á aðeins 2990. Vodafone, við tengjum þig. Samfilm kynnir The Hitman's Bodyguard. Lífvörðurinn fær nýjan kúna, en það hans versti óvinur. 27 times. That's how many times he tried to kill me. Ryan Reynolds og Samuel L. Jackson eru stórkostlegir í þessari frábæru mynd. Happy safe, Romo! The Hitman's Bodyguard, komin í bíó. Sendum frítt út allt land. Sportlíf.is og Sportlíf Glæsibæ. Stöð 2 Sport færir þér sannkallaðan stórleik á sunnudag þegar Rauði herinn tekur á móti skittunum frá London. Liverpool, Arsenal, sunnudag kl. 14:50. Tryggðu þér áskriftir sína 1817 eða 365.is. Stöð 2 Sport, besta sætið. Hraði, spenna og frábær fótbolti í Inkasso-deildinni í sumar. Komdu á völlin. Inkasso. Svona það. Gera, læra, vinna, skapa og leika þér. Babú. Ekki gleyma að leika þér. Svona það. Fáðu Lenovo hjá Nýherja, Borgartúni, Kaupangi og netverslun.is. Svona það. Langar því eitthvað fljótlegt og þægilegt? Þú fær 2 pilsur og hálflíters Pepsi og aðeins 649 krónur í bensínstöðvarverslunum 1011. Hlökkum til að sjá þig. 1011, fljótlegt og þægilegt. Ógleymanlegu upplifun. Ísbúðin Hafís Bæjarhrauni. Síðustu dagar reiðhjóla útsölunnar. Góð verð á gæða hjólum. G&P, reiðhjólaverslun, Faxafenni 7. Fimm í fötu. Það er ekki
Sækjar. Við erum með sex. Það Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 blöð. Það hárrétt að Keiluhöllin í Egilshöll sem að færir ykkur FM 95 blöð og ég veitur víst að þeir verða með bardagan á morgun og herru, það er eitthvað feedback hérna, ég myndi taka þennan bara frá þessum og þeir eru með bardagan í beinni á morgun og það er hægt að kaupa flöskuborð á 19.900 og þá færðu frátekið borð á besta stað. Aha. En talandi bardagan á morgun, við erum komin með þungaæktamann í stúdíu og það er hann Frikki Dór, vertu velkominn. Takk fyrir. Hvað segir þið gott þennan föstudaginn? Ég svo flenni fín, það er ótrúlegt. Flenni fín, við þurftum að fá þig spjall. Það var, þú varst mikið á milli tannana, ég vil ekki segja bara síðustu helgi, það er að vera vika síðan. Já. Hvað nú hef við ekki heyrt neitt viðtal við eftir þetta, hvað var það nákvæmlega sem að gerðist þarna? Þetta er exclusive interview. Ljóðin er að verða að vera eitthvað djöðlega gangi. Þetta mál. Já. Já, hvað gerðist? Jú, það var þannig að ég var með hana græði í eiranu sem á að gefa mér svona helstu upplýsingar hvar ég á að vera cirka svona. Var það eitthvað trúður í eiranu á þér? Heyrðu, Jón bróði vildi meina að ég hef bara heyrt í sér, sem sagt söngkórinn í sér. Heyrst hefur að Frikki hafi ekki heyrt í sér, heldur í sér. Sagði Jón, þannig að það var... Hún í eiranu? Já, ég var bara með öll helstu lögin með sér að reyna að syngja mín. En byrju, ég er að spáði, ég er nú aldrei prófað svona tæki. Þetta ert þú ekki tónlistarmaður? Já, það er líka góður punktur. En er þetta ekki nákvæmlega þannig að þetta gera það sam og bara vennilega mónitorar, en þú ert bara með þetta í eiranu? Jú. Þannig að það hefur gert þannig og náttúrulega sem gerist líka að þetta lokar á allt annað sko. Þannig að ef þú ert með lélegan mónitor það getur alltaf fært eins á sviðinu og svona fundið einhvern annan mónitor bara og svona aðeins að fara að veiða þér svona hljóð. En sko ég var, þú veist, þú heyrir ekkert annað en það sem þú ert með þannig tróðin í eyruna þér. Já, og þannig að þegar það deyr eða klikkar þá ertu basically, ef ég fæði sletta fucked á sviðinu. Já, basically. En af hverju var ekki með mónitor á sviðinu? Það er nefnilega, sko, það var mónitor, þannig að í rauninni er líka mistökja mér að taka ekki úr eyrunum á mig fyrr, sko. Já, drullar á það. Þannig að, þú veist, þetta eru margir þættistrákar. Ég drulla á mig þar og svo voru aðri sem að drulla á sig annars þar og svo bara, þú veist, þá er þetta bara svona. Hvernig leiðir á sviðinu? Frábært, ég leið svo vel. Hvað varstu með í eyranu mörg lög? Það er bara mómentið þegar þú uppgötaðir, ok, þetta er ekki að virka, ég er í beinni og með fullt af kráti. Hvernig var tilfinningin þá? Bara búm. Ömuleg. En enga síður. Farðast betur í gegn það. Hversu illa leið ég? Við erum að tala hversu mjög illa. En það sem ég sem sagt tók 8 lög og sem sagt 6 af þeim var ég með þessa blessuð græju í eyranu. Já, ok. 2 síðustu lögin náði ég að syngja svona cirka skamlaust. Hefði mátt átta mig á þessu fyrr. Þú tókst þetta ekki bara strax úr eyranu? Jú, þetta er góð spurning sem ég hef velt fyrir mig núna í viku. Þetta er ekki gott að koma í svona alvöru viðtal. Ákveður tókst þetta ekki bara úr? Ég ríf þetta strax úr. Já, þú er náttúrulega svona vanar kannski í showbiz. Egil þarf ekki að taka neitt úr því það er ekkert í sambandi þegar hann er á sviðinu. Það er eitthvað þægilega, þú veit ekki með þetta bara á En fékkst eitthvað svona þegar þú komst að sviðinu fékkst þú að beint svona, vissur þú bara strax að þetta hefði verið einhver leðja og voru menn konum með svona, þetta er allt í lagi, fékkst þú það peppið og komst að þetta er allt í lagi, kallið minn? Já, menn voru að reyna að samfæra með þetta hefði verið allt í lagi, sko. En sko, Friðrik Ómar er náttúrulega pródúser þetta sjó mitt með mér og ég labbaði eiginlega svona sirkabát beint til hans og bara, hversu slæmt er þetta? Og hann bara þetta var mjög slæmt. Hann kom bara beint með Stone Cold Truth sem ég fíla mjög mikið, algjörlega. En hann tókst ekki selibið á þetta og lasti yfir einhverju baksins, tókst einhverju tæknimann, lasti og ég var hreintinn einhverjum. Ákveður gerði þessu ekki eins og gerði á þjóðutíð, þá varstu brjálara þegar máttur að gera með fröllurnar hérna í konfettiðinu fréttu í íslensku slúðri. Stendur sá hvað það Nei, en málið er að það finnst mér samt vera að fallegast að hvernig þú tæklar þetta. Þú fórst ekki að benda á neitt, þú fórst ekki að kenna neinum það gerði sjálfkrafa, það vissu það allir. Þú þarft ekki að vera sko með hæðstu greindarstölu á Íslandi til að fatta að þetta væri ekki Frikki sem var að það var eitthvað greinilega að. Það var ekki þitt fyrsta live gig. Þetta var ekki fyrsta live gigið, þannig að ég fíl og hafði ekki farið í viðtal og verið að hrauna og bauna, en ég veit ekki, þú veist að mismunandi eftir mönnum, það var margir tónlistamenn farið að það niður og gjörsamlega
bilast. Já, ég vilja sjá nokkra af kóngunum í poppinu eins og Bó og fleiri. Hvernig heldur að Bó hafi verið þetta baksviðs eftir ef hann hefur ekki fengið eitthvað rétt signal í fyrsta lagi hann lappaði af sviðinu eftir 1 lag og það held ég alveg bátið. Já, ég held að hann hefði tekið einhver tæknimann. Hann hefði nefnbrotið tæknimann. Hann líka búin að vera í þessu í ykkur 57 ár, þannig að þú veist, hann hefði bara, þú veist, gert eitthvað og allir bara, þú veist, sorry maður, eitthvað og beðið hann afsökunar og þú veist, ef ég hefði farið að gera það, allir bara ertu hálfviti. Sástu hvað þið heyrur svo snöggir að hoppa á vagnin? Já, Frikki Dór aldrei gefið högstað á sér, the perfect man í öll þessi ár, drullar á sig one time og the haters bara BOOM. Ég sá nú samt til að bara Ég sá samt, eins og ég sagði allt hjá mér, Facebook, Twitter, allt bara. Þú ert líka með svo mikið að rasshausum í kringu. Mikið af haters. Það er svo fyndið þegar ég og Egill erum að tala um hvernig veggindur okkar er á newsfeedum. Það er algjörlega svart og hvítt. Ég er bara, ég hef ekki verið neitt annað það. Ég á að vera með crowd sem eru Frikka Dór menn sko, á mínu Facebooki sko. Ég reyndar, segi fyrir mig að ég var mest ég reyndar viðkynni, ég hef ekki ennþá farið og mun ekki gera farið og slegið nafni mitt, skilur til þess að grafa upp skítinn, sko. En það myndi, það tekur einn kvöld, lest þetta allt, þú verður harðari. Ég verð harðari. Þýttara bak. En ég ætla samt að segja þér, allavega, allt sem ég sá var svona 90-10 jákvætt. Já. Og það voru allir að taka upp hanskar og svona. Mér veist það vera svolítið, þú veist kannski að góða sem kom út úr þessu. Var að þú ert með risa kráta bakvið sem tilbúið til að standa upp sko. Það er rétt sko. En það var það eina sem ég setti á Twitter var bara, ég þakkaði bara fyrir kærleikann. Ég fekk svo mikið á honum, ég hef bara aldrei verið með stærra bara confidence. Allir bara segja það er líka hættulegt að það er komið of mikið á Facebook, þá fenn maður að hugsa hvað var eiginlega að gerast þetta? Hann er frábær. Hann er frábær á sviði. Þetta var alltaf á sunnudeginu var alltaf eins og ég hefði í alvörunni dáið. Jón bróði bara með einhverja minningagreinunni og Máni líka bara minnast mín og þakka mig fyrir frábært samstarf og eitthvað. Þetta væri bara búið og þetta var svolítið þannig, ég ætlaði líka sko, það er náttúrulega bara 2 skipti sem ég fengi bara eitthvað svona bombustuðning og allir bara, þú ert æði. Það er annars vegar þarna þegar ég drullaði á mig og svo þegar ég tapaði í Eurovision, þetta eru bara 2 svona meðvirkni köst, bara dauðans, allir bara, þetta snýst upp í andhverju sín og ég efast meira en nokkru sín. Já, en það verður ekki svona í hörpunni, það styttist í þá tónleika, við ætlum að fara betur inn á þá eftir smá, en hér eftir smástu, það er King of Failure, sem að tengist ekki þessu gigi, en þú ætlar að vera með í því, Frikki. Spurningi hérna Gilsarans. King of Failure? Já, fá með eitt lag fyrst. Það er FM 95 Blö á FM 957 og hann er ennþá hjá okkur, hann Frikki Dór, og ætlar að taka þátt í spurningakeppni Gilsarans, sem er mjög þægilegt, það er kannski léttir á okkur steinda í þessari vitleysu. Ámaður þá að segja spurningakeppni Vöðingjans. Já. Ekki nú að kalla það Master of Poo. Nei, ég vengan ákváð því. Þetta því að hann vildi ekki kalla mig Vöðvíkinn. Alltaf þegar ég kalla hann Egil núna, alltaf hann kalla mig Master of Poo, sem að hann finnst svona sangjant svar við nafninu sínu. Það er rosa sangjant að þú ætlar að kalla mig Rungarann á móti. Ég er náttúrulega tengist þessu máli bara ekki neitt. Þetta er einhver ógnarstjórn sem er hérna í, þetta er gamla góða svona, var svona umdeldi menn hafa nýtt sér þessa aðferð í gegnum árin. Fárlega umdeldi menn. Og hafa verið 3 í þessari keppni einhvern tímann. Ég bara, þekki það ekki. Held ekki. Stjórnarinni. Það er mjög skemmtilegt. Og þetta er hvað? King of Failure? Já. Ok. Og þú nota bara önsku, eða ekki, þegar þú ert að skýra. Já, það er bara... Eviletju. Já. Ístekka leðileg. Ætla að byrja á fyrstu spurningu. Ég hef verið að taka liftu í backpressu og feilað. Liftu í backpressu? Og feilað á liftunni. Hver er hringurinn? Byrja að frikka svo stendur sig. Það er optional bara. Ég ætla bara svona að sé hver byrjar að svara á. Já, ég held að Alþjóðveita. Alþjóðveita. Þú feilaðir það ekki. Alþjóðveita, ég feilaði í liftu. Ég keppni á móti einhverjum ekki. Já, á móti Loga Bergmann. Svona fréttamaður og ekki athlít. Einmitt. Þú tapaði backpressu móti Loga Bergmann. Það er kannski óþarfið hér að fara svona rosalega dítelað í þetta. Ég hef reyndað að lifta backpressu. Þú náður ekki 70 kílóm. Strákar, það skiptir ekki öllu. Hann var pottjadramdun 80. Já, málið er það. Ég get 100% tekið 80 kíló í bekk. 100%. Þú fyrir ekki dóra og 100 í bekk. Egill lét mig æfa klukkutíma fyrir þessa liftu. Ég var bara búinn á því þegar ég átti að fara að lifta þessu. Ég hef líka feilað liftu. Já, ég hef líka feilað á liftu. Það er maður að feila. Dead tight. Fátti punkt. Býtum, maður vill ekki vera King of Failure. Nei, maður vill alls ekki vera King of Failure. Titill er titill.
failed over and over and again in my life and that is why I succeed. Já, ok, svo Jordan. Þess vegna vil ég vinna þetta. Ok. Ég kom í peysunni með Jordan á, sko. Já, herðu. Það er þetta árlega góð peysa. Hefur þið fallið í prófi? Já. Það var livjaprófið það? Nei, ertu ekki að tala bara ég fjall í starffræði og samrættuprófum. Þetta er góð spurning þar. Já, því þú varst að koma svona beint eftir bekkinn, sko? Nei, þetta er bara basic próf. Þetta er bara venlegt próf? Já, bara. Jú, maður hefur fallið einhvern tímann á prófi. Í skóla hefur einhvern tímann fallið, hefur náð öllum prófum sem þú farið í? Já. Er það málið hjá þér? Já. Hefur ekki fallið í prófi? Never in my life. Jesus, kemur á óvart. Ertu the perfect man? Þú hefur ekki fallið, ekki skitið einu sinni. Ég hef verið tæpur. Sérstaklega man ég eftir í verslunskólanum þá reiknaði ég út áður en ég gekk út úr prófi, einhver svona tölvuprófi, að ég hefði svarað það byrð 35% af spurningunum, en kennarinn var mjög góð vinur minn, sko, þannig ég fekk svolítið 6 þar, sko, sem er náttúrulega ekki mögulegt ef þú svarar bara. Þetta varst okkur spest. Ef ég fekk allt rétt. Varstu svona kennarasleikja? Já. Súkkulaðikúla? Ég er, já. Það er það sem ég er. Ég hefur aldrei fallið í prófi á ævisinni. Tæknilega sé fjallan á þessu tölvuprófi. Nei, hann fekk 6. Ég fekk 6. Já, en hann svaraði bara 35%. Það gæti verið reynda, kannski var þetta einhver verkefni einhver eitthvað sem var að hífa mig þarna. Varstu kennarasleikja? Í kennarasleikja bara? Já, ég bara það var bara eina leiðin. Ég meina að svaraði einu þriðja af prófinu og fekk 6. Já, en þú sagði, ertu kennarasleikja? Já. Stónur því. Gerða. Herðu, ok, við steindum báðu fallið og skömmist okkar ekki til það. Ok, það er 2-2-1. Hefur þú beðið dömum símanúmer hennar og fengið nei? Já. Ég gerst það. Þú ert að complete failure, snitt. En ég er complete failure? Hvað er þetta með þér? Þetta er þriðja spurningu. Það er mjög Þegar hann segir að þú ert að complete failure. Það er rosalega langt síðan. Ég skal segja ykkur svo. Ég ætla að vona sér langt síðan því að þú er búin að koma í 10 ára, sko. Ég er að segja það. Það er mjög langt síðan. Ég ætla að byrja númer í okkur 10. Ég sagði það er mjög langt síðan. Þannig að það hefur verið, þetta er örgulega svona kannski 15 ár síðan eða eitthvað. Já, þetta er mjög langt síðan. Þú varst bara að byggja heimasíman? Nei, ég var bara nýlega að koma með bílpróf og allt, sko, og ég var að keyra, þetta er svolítið svona rómantísk saga sem endar ekki vel. Ég var búinn að leggja bílunum í bæ og ég var með félagi mínum, við vorum eitthvað að snáðast. Svo kem ég og það er stöðumæli að setja á bílum og ég kemd, ég er sagt maður, og lítið og það er eitthvað stöðumæliverður og séð það að stelpa. Og ég bara, herri, ég ætla að tjekka hérna á henni og aðtuga hvort þessi geta græði þetta. Ég er bara nýkomin, ég rétt mista af þessu. Fattur, ég stökk bara inn í búð. Svo kom ég, þá fannst mér voðalega sæt, sko, þegar ég kom að henni. Og ég skrúa niður hún í stað og ég hef aldrei gert þetta áður, sko. Þú veist, bara að vera blá edru og bíl, 17-18 ára. Og ég spyr, herri, mætti ég nokkuð fá númerið þitt? Hún horfði bara á mig eins og ég væri andlega lasinn, rosalega bara nei, og labbaði í burtu. Ég svona með sektina. Ok. Já, ég var líka bara að djóka. Það er eitthvað svona. Það var ekki svona nei. Nei, bara nei. Hún horfði bara á mig. Nei. Þú var að spyrja mig um númerið. Já, það var þannig, sko. Sko, ég hef oft fengið höfnun, ég held þess að ég ekki fengið höfnun á númerið. Ekki beint á númer. Nei, því að þá eru ofta skengið ágætlega þegar maður biður um númerið, sko. Já, þú biður að þú ert komin ákveðin stað. Já. Ég held þetta sé bara eina skipti sem ég beði einhverja mannesku um númer. Þú veist, ekki nema sem bara vinnu tengt eitthvað. Þú fæst punkt til að mikið með það. Fyrir ekki? Sko, ég held að ég sé ekki að ljúga eitthvað þegar ég segja að ég hafi aldrei beðið um númer. Nei, það er beðið þig. Ótalandi fullkomin, ég vil rána að drulla þér hann daginn. Það er beðið hann um númer. Það er að setja að hafa eitthvað á þig. Perfect man, aldrei fallið í prófi, aldrei beðið um númer. Hvernig leiðir á tónleikunum að lögða þetta, Henriki? Það er ok. Þannig að Steindir eini sem væri punkt á það. Já, Steindir að pakka þessu saman á staðan í dag. Ok, það er skellur. Hefur þú borgað með korti og fengið synjun? Já. Nú hörðu, og Frikki mannlegur. Allir? Já, pottet. Það er bara... Það er ákveðin skellur. Það var allir. Það er leiðilegt. Já. Það er mjög leiðilegt. Það er mjög leiðilegt. Það er kallað yfir veitingastæðin. Hér ekki það kom synjun. Það fór ekki gegn. Hafðu lærra. Ég held þetta hafi verið bara, þetta var í 10-11 og ég var með mjög lítinn penning og þetta var eitthvað dýrar en ég átti von á. Leiðir þessu a piece of shit þegar hún sagði Já, en svo var maður líka bara ánægður að vera ekki stungin í baki hana. Maður er alltaf annarkort synjun eða hnífur í baki, sko, maður fyrir allin. Þetta er spennandi. Þú fyrir 10-11? Já, svona, þú vorst alltaf á Austuvelli. Gauð með 3 púnta, Steindi 4, Frikki 2. Hefur þið farið á Biffan og spilað B5 eða ekki?
Kallar þetta biffan? Einn í því bara? Ég kallar biffin. Hefur farið á biffan, spila selibkortinu, heimtað flöskuborð, en þeir eru sagt að þessi miður ekki hægt að græja þetta skiptið. Hver á að svara fyrst? Þetta bara svo langt frá að vera eitthvað sem ég geri sko. Þetta að fara og byggja eitthvað flöskubor, ég kann það ekki sko. Nei, ég hef aldrei flöskuborn, ég fekk dóri, það var flöskubor. Já, ég hef aldrei farið inn á B5 og beðið flöskubor. Ég er svo lélega djammari sko. Þetta væri king of failure á djamminu, þá er ég líklega bara það sko. Þetta er engin ég hugsa, ég hef alveg einhvern veginn spurt hvort að sé hægt að fá sæti og það hefur ekki verið hægt, en ég hef ekki sagt bara, getið við ekki flöskuborð og það er sinnjum sko. Þetta er samt eiginlega punktur og blöðu basafsæð. Já, þetta er 100%. Þannig að 100% að henda fólki frá og fengi flöskubor. Þá var það ekki sagt nei við mig. 4-4-2. Hefur verið að gegga framan 10.000 pluss manns. Tæknimaður að hægja sér og þú neyðist til að skrá kvöldi niður sem a complete failure. Nei. Ég hef ekki lendið því. Ég hef ekki lendið þú í því? Ég hef lendið því. Ok, herru, Frikki. Það er óþægilegt. Það er óþægilegt. Það verður að viknast. Og það veldi svo skemmtilega til að þetta voru þarna einhver 30-40 manns fyrir fram á mig og síðan restin að horfa í sjónvarpinu og hlusta í útvarpinu. Þetta var ótrúlegt. Ég veit ekki hvort þú heyrtum, þetta er menninganótt. Þetta er ótrúlegt. Það er betra að skýta á litlu geggi. Ég var fyrir að minna gegg, bara kannski á selfhósið, kannski Hvítáhúsinu. Já. Ekki þarna. Nei, þetta var ekki alveg geggið í það. Það er 4-4-3, sko, ef blöð og stendi fóðu ekki punktuna og fyrir ekki með punkt, þá er allir dead tight. Nó, ok, við erum allir king of failure. Wow. Hefur verið með Lucky Lady og allt er í flottum geggjum gýr, en svo lendur því að fermingabróðurinn vill ekki vakna. Býtu, hvað er allt í flottum og geggjuðum gýr? Má ég spyrja einu, áður við svörum allir. Hvernig er geggjaðu gýr? Hversu geggjaður er gýrin? Þannig að þú er basically að spyrja hvort maður ekki náða hann upp eitthvað. Já, basically já, ég ætla að orða pentin. Já, það er vist komið hann út. Ég skal bara taka það fyrstur á mig, það er alveg komið fyrir, já. Býtu, hvað er það ekki? Fylgur lúser. Failure. Já, þetta er náttúrulega bara vestar sem hann lendir í. Og svo er hann líka að fara upp að sem hann á ekki að fara upp og það er ennþá að vera, sko. Já, en þetta er já hjá mér líka. Herðu. Kalla mig lúser. Friðrik? Nei, ég er náttúrulega yngri en þið. Tölvert yngri. Þú ert að segja mér að þú hefur fengið 100%. Ég er með 100% nýtingu. Þú ert með 100% nýtingu á skólabekk og í rúminu. Ég veit ekki með hvort ég sem er 100% nýtingu, það fyrir ekki hvernig þú flokkar, en í að fá holdris þá er ég með 100% nýtingu. En málið er það, ég gæti samt, ég ætla bara að vera hinskilin samt, sko. Ég hef ekki lendið því að félagin er bara alveg dead, sko. Ég hef bara kannski komið heim, drukkið með konunni og verið búin að drekka. Hvað það er bara að kenna þig að drukkið í drast? Og svona kannski... Akkur þetta grafaði tíma? Nei, við getum sagt að ég hef lendið að þurfa að flagga í halva. Ég var að segja það. Ég get líka sagt þér eitt með það. Það er verra heldur en að ná honum ekkert upp, því að hvað er verra en þú ert að reyna með halva stöng og það er svona, nei, hættum þessu bara. Það er það versta sem ég lendi. Ég er ekki að grínast. Nei, það er ekkert að hætta, þá er ég bara, ég vil sér þetta með. Hvað gerur þú þá? Hvernig fórum sem við þetta? Þetta er mjög spes, því að blöð og steindu eru báðir king of complete failure, meðan að Frikki fekk bara 3 punkt. Við bara náum ekki prófum við með lintippi, það er bara þannig. Þetta er ákveð. Vilt þú fara í Smáratífóli á föstudaginn ásamt 10 vinum eða vinnufélögum? FM 957 býður þér í frábæra skemmtun í Smáratífóli alla föstudaga. Skráðu þig til leiksinn á fm957.is og þú getur verið á leiðinni frítt í sleggjuna, púl, 7 bíó, dansball og fleira og auðvitað skóla niður ísköldum bóla meðan á skemmtuninni stendur. Fylgstu svo með á FM 957. Við drögum út í hverri viku. FM 957 og Smáratífóli. Eitt stærsti íþróttaviðburður síðari ára verður í beinni útsendingu á Stöð 2 Sport þegar Conor McGregor og Floyd Mayweather mætast í bardaga aldarinnar. Það ætlar enginn að missa af þessari klikkun. Floyd Mayweather gegn Conor McGregor, laugardaginn 20. og 7. ágúst. Tryggðu þér áskrift í síma 1817 eða 365.is. Stöð 2 Sport.
besta sætið. Það eru keiluhöllin Doritos og Biko sem færa bardaga aldarinnar á Stöð 2 Sport. Enn á ný hafa þau tekið höndum saman, Megamadurinn og Megakonan, og fær okkur splunkun nýja Megaviku. 1 vika, 1 verð. Allar matseðilspizzur á 1490 ef þú sækir Dominos. Ættir þú að hafa fisk oftar í matinn? Auðvitað. Mundu bara hafa hann frá Hafinu fiskverslun. Hafið fiskverslun. Hlíðarsmára, Spönginni og Skipholti. Nú getur þú notað farsímann í Evrópu eins og heima hjá þér. 4G í yfir 40 löndum og reiki í Evrópu innifalið í allri farsímaþjónustu Vodafone. Vodafone, við tengjum þig. Happy Hour, Happy Hour, Happy Hour 4 til 7, American Bar, staðurinn 5. Nú eru skóladagar í Kringlunni. Þú fær 2000 króna afsláttar ávísun á þjónustuborði sem þú getur nýtt til að gera enn betri kaup. Kringlan af öllu hjarta. Við bjóðum upp á fría ástandsskoðun á Apple-tölvum á innan við 48 klukkustundum. Viss viðurkenndur þjónustuaðili Apple á Íslandi. Gæludýr.is, af því að þitt gæludýr á það skilið. Gæludýr.is, Korputorgi og Smáratorgi. Síðustu dagar reiðhjóla útsölunar. Góð verð á gæðahjólum. G&P, reiðhjólaverslun, Faxafenni 7. 50 Cent með lagið In the Club. Við þakkum Frikka Dór, kærlega fyrir komin, alltaf gaman að fá Frikka. Já, hann er svo einlægur og góður, sko. Þetta er algjör snillingur. Og við minnum að sjálfsögja á tónleikarnas, hann er með tónleika í Hörpu og ég held að ég glemdi að spyrja næði, ég held að örfáða miðar eftir á tix.is. Já, hann sagði basically orðrétt, það er nánast ekkert eftir, það eru örfáði miðar. Þetta eru 2 tónleikar. Já. Þannig að endilega þetta er 9. september ekki? Jó, 9. september og ég get lofa eitthvað því að þetta verður veisla enda eins og við höfum komið áður inn hér í þessum þætti að þetta er, stærsta popstjarn Íslands. Það er bara þannig, en við eigum líka svona stærsta fashion icon Íslands og hún er tengd þessum þætti, eða hann er tengd þessum þætti, hann heitir Hjöddi og er með #fashion og ég er að spæja að slá á Hjödda, ég held hann sé erlendis, en fyrst skulum við bara fá hér, gamla góða trailerinn hans. Þú að velta fyrir þér hvað er heitt og hvað sé kalt? Þá ert þú að hlusta á réttan þátt. Hvað er heitt í dag? Nei, ég meina, hvað er kalt í dag? Það er kannski stóra spurningin. Hver getur svarað þessu? Er einhver sem getur sagt mig hvað er heitt og hvað er kalt? Hæ, þetta er Hjöddi hérna frá #fashion. Ég ætla að segja ykkur alla 50 daga hvað sé heitt og hvað er kalt, hvað er in og what's out. Endilega hlusti. Heitt. Kalt. Hæ. Er það Hjöddi #fashion? Hæ. Hæ, hvað segir gott? Alltaf góður. Alltaf góð, það er gott að heyra. Þetta er Auði hérna, þú ert í beinni á FM 957. Geðveikt. Hvað er þetta statur? Ertu ellendis? Ég stefna á lítilli strönd í Makedóníu. Já, æðislegt. Og það er bara kósi hér. Það er gott að heyra. Þú ert ekkert að skella þig til Ibiza eða Benidorm eða eitthvað svona? I would rather drink my own blood. Já, það er ekkert annað. En sko, það er nú ekki ástæðalausu ég sé að hringja í Hjödda í #fashion. Þú er náttúrulega í gegn... Ok, allt er góður. Það er ekki afsöka neitt. Nei, ég bara vil ekki vera að trubba þig í fríinu. Þú er náttúrulega fylgst með tískunni og verið að hjálpa hérna þessum þætti í gegnum árin og ég verði eiginlega að spyrja þig og það er allir að ræða þetta. Var þér boðið á opnun HM? Ég held að maður ekki eins og dotti í huga að bjóða mér. Nú, ok, ég held að I would rather stay at home with my parents for 10 years verður að fara í þetta party. Nú, ég held að þú er í öllu svona. Nei, ég sætti það, ertu með miss call á símaninu frá 2006? Það var HM-málið nefnilega. Ertu með það miss call eða? Nei, ég er ekki með en ég er svolítið eftir ástundum. Nei, ég fekk ekki það miss call. Þegar ég heyrði þessu HM, þegar með að koma til Íslands, þá var ég bara, oh my god, did Titanic just hit the iceberg again?
Já, ok, þetta er ekki fest fyrir þig greinlega. Algjörlega ekki. Nei. Og þetta er algjörlega ekki málið. Nei, ok, þannig að þér var ekki boðið. Ábyggilega var mér boðið. Já. En ég er ekki með póstkassa, þannig að mér gæti ekki verið meira saman. Wow, 2017, það er ekki póstkassa, er það? Nei, en hvaða boð hefði þú þá viljað fá fyrst þú varst ekki leiðin í HM? Hvað er heitt svona þegar það kemur að verslunum? Just, þegar það kemur að boðskortum, call me if you need me. Já. Ekki senda mér eitthvað. Nei, ég skilði, þannig að þú hefði kannski, þannig að þú veist ekki hvort þú að fengi póstkortið eða ekki? Absolutt ekki. Nei, ég skilði. Af því að það var fín mæting að og vist ágætti stemming hann. Ég ætla að tjekka hvort að þú væri nekkur. Vá, geðveikt. Ég skilði, þannig að þú verslar ekki í HM? Nei, ég myndi kannski gera það ef ég væri 38 og byggja heima á mömmu, en I'm not doing it. Nei, ég skilði. Hvað er alveg að frétta þér hvað það er á Makedóníu? Já, ég er á litnum stað hérna rétt fyrir Skopje. Já, ok. Og það er geggjað að vera hérna, þetta er við Svartahafið. Já, þetta er geðveikt. Já, íðislegt. Og ertu búin að versla mikið? Nei, ekki neitt. Nei. Við langar þig að vita hvað er heitt og kallt í þessum vetur. Já, endilega. Nú það er að hausta og fólk er byrjað að tala um hausttískun og svona, þannig að það er rosalega gott. Absolutely. Það sem er heitt er veggie burger. Heitt, ok. Veggie burgerinn er ógeðslega heitur í ár. Bara þægileg veggie burger, bara með engu þessuna. Ok. Og það verður það sem er algjörlega málið. Gaman að heyra. Hvað er það kallt? Gallabuxur. Gallabuxur? Yes sir, í mig. Það er skrítið. Við erum ekki allir í gallabuxur? Það er að deyja. Nú, hvað kemur inn? Hvað kemur inn fyrir gallabuxurnar? Það verður bara svona second hand buxur. Já, ég skil. Ok. Það verður allt second hand í ár. Já, allt second hand. Fleira sem verður heitt. Cozy Teppi. Cozy Teppi verður algjörlega málið í haust og við vindur. Samkvæmt hérna í hashtag fashion, þá er Cozy Teppi búin að vera heiti í 6 ár. It's been like that for 3 years, and we're counting. Já, ok. And I'll tell you what, it's not gonna hit the iceberg. Nei, ég skilði, ok. Sumt greinlega fyrir aldrei út í, sko. Nei, sko, þetta er algjörlega máli og ég myndi segja, reyna að hafa þetta vintage. Já, ok. Það er svona algjörlega málið. Já, gott að heyra. En eitthvað kallt í restina? Rás 2. Nú? Oh my god, they're trying to be young, but they're so old. Oh my god. Getur ekki hent í rustið? Henda í rustið, þetta minn. Já, ok, við skoðum þetta. Ég er nú ekki venni okkar að vera rakkan yfir að rútastöður. Getur hent í rustið? Nei, ég áreindar nokkra vinni að nefnir hinnum minna rástöðu, þannig ég get ekki fara að gera það. En virkilega... Eitt annað sem er heitt. Já. Það er rósavín. Rósavín, já, ok. En það samt ekki... Það verður mjög heitt í ár. Er það ekki meira svona sumadreikur samt? Er ís bara sumrin? Nei, kannski ekki. Og það sem er, eitt sem er þetta cozy eru baskkörfur. Baskkörfur, rósavín og hérna cozy teppi. Seta rósavín, cozy teppi, fara bara eitthvað. Með baskkörfur. I don't have a plan og fara bara út og hugsa bara með sér I don't have a plan and I don't care. Það er rosalega skrítin hausttíska að fara með baskkörfu, cozy teppi og rósavín bara út í nátt og það er, við búum á Íslandi. Prófa það. Já, ég skal prófa en hrikalega gaman að heyri þér Hjöndi og hérna hafa það gott í hvað erstu áttur í Marakon eða hvað erstu? Makedóníu. Makedóníu, alveg rétt og bara skilaði kveðju. Þú veist að HM party? Nei, ég fór ekki. Because if you did, I have a shotgun. Herri, já, frábært. Gifðu mig. Já, hafið það gott að lúti og gaman að heyri þér. Ok, hafið það geggjað. Er ámar að segja geggjað í dag? Klálega. Já, ok, það er gott að heyra. Ég meina, þú veist þetta betur en ég. Það eru geggjað og gaman að heyri þér. Geggjað. Happy Hour alla daga og lifandi tónlist öll kvöld. Sjáumst á dönsku kráni. Den danske kró. Það er 180 miljónar risapottur í getrunum helgina. 1x2, við tippum
Future í höllinni 8. október. Miðasala á tix.is/future. Coca-Cola og Sena Live. 3 af hverjum 4 stelpum tvítugt googla meðan þær keyra. Síminn í alvörunni svona mikilvægur? Höldum fókus. Show up. Við tryggjum öryggi og gæði fyrir höfuð, herðar, hné og tær. Búrt, hluti af stóri heild. Afmæli framundan? Pizzur og Pepsi og afmælisbarnið fær gjöf í Tivoli. Smárativoli.is. Skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Billy Boy. Spenntu á þig Billy Boy. Safaríkir og sóðalega góðir. Roadhouse. Eitt stærsti íþróttaviðburður síðari ára verður í beinni útsendingu á Stöð 2 Sport þegar Conor McGregor og Floyd Mayweather mætast í bardaga aldarinnar. Það ætlar enginn að missa af þessari klikkun. Floyd Mayweather gegn Conor McGregor, laugardaginn 20. og 7. ágúst. Tryggðu áskrift í síma 1817 eða 365.is. Stöð 2 Sport, besta sætið. Það eru keiluhöllin Doritos og Biko sem færa bardaga aldarinnar á Stöð 2 Sport. Það ekkert að því að lenda í ræsinu hjá okkur. Keiluhöllin Egilshöll færi þér FM 95 Blö. Það held ég, elsku vinir, þér að hlusta á FM 95 Blö, hér á FM 957. Það Steindi Jún, Egill Einars og Auðun Blöndal með ykkur ásum. En byrju, hvað kallar þú Steinda ef hann kallar það Egill Einars? Já, afsakið, þetta var bara mín skita. Ég kallaði Vöðvingin. Vöðvingin. Það fær hann ekkert mestur að púa ef hann er að kalla þetta. Málega, ég er ekki mótið Vöðvinginafnu. Það bara þú. Kanski ég glemdi þessi bara hann. Ég glemdi með aðeins. Kannski. Það komin tími á dagskalið sem oftast fyrir þessi þætti. Það bara búið svo mikið að gera hjá okkur að við hefum ekki komist í hann. Það sturlu staðrindið að hrossaskítur. Þetta hörð keppni á milli ykkar tveggja. Og eins og alltaf þá þetta 5 spurningar og þið þurfa að segja mig hvort þetta sé sturlu staðrind eða ekki. Þú kepptir í síðasta þætti en það var ekki hægt að keppa mótið þér því að þú þekkti þér alltaf fyrir. Þú bara liggja svo mikið á netinu. Ég veit það. Ég er mjög erfiður í þessari keppni. Og eru þið tilbúinir? Við erum klárir. Þá kemur fyrsta spurning og Egill, þú fær svarréttin fyrst. Og já, þið sem er í bílum eða bara heima að hlusta, vonandi reynið þið að svara þessu líka. Þú getur keypt sálir frægra einstaklinga á netinu. Sturlu staðrind eða hrossaskítur? Hefur einhver að selja þær eða einhver síða að selja? Já, ég meina, mætti ég bara stofna síðun og selja, þegar blöð kveður, þá ætla að selja sálinast. Það tók ég að gefa mér eitthvað svona umboð fyrir því, eða? Ég bara veit það ekki. Þekki ekki reglunar í þessu. Þetta er 100% rétt, samt, correct. Þú segir þetta sé rétt. Það kemur ekkert á Sturlu staðrind. Þetta er náttúrulega meikar engansens, en það kemur ekkert á óvart að sé einhverju geðsjúklingar á netinu að selja einhverja sálir annara. Það er allt til í þessu. En er einhver að kaupa? Hvernig var spurningin? Þú getur keypt sálir frægra á netinu. Þú getur keypt, já. Ég er nú ekki vissum að fólk sé að kaupa það, en það er pottið að selja. Það er verið að selja allt. Þið segir báðir Sturlu staðrind. Báðir með punkt, þetta er rétt. Það er bara þannig. Ég veit ekki, hvað myndir þú græða á því að kaupa það? Já, náttúrulega bara... Ekki neitt. Nákvæmlega ekki neitt. Nákvæmlega ekki neitt. Ég meina, þú getur alveg montað, þú getur alveg sagt þá að keypt sál. Ég meina, þú mátt kaupa mína sál. Er það? Er það að gefa mér umboð fyrir henni núna? Ég ætla að gefa þér umboð fyrir að kaupa sál mína. Þetta er bara gott skem hjá okkur svindlara. Ég er rosalega svindlara fyrir þetta skem. Hvað myndi ég fá fyrir sál þína? Er hún ekki svört? Jú, bara 2 pakkar af salum og hvað er þetta gott? 5 skall sál þar. 1 af hverjum 2 milljónum deyr við að detta á rúminu. Sturlu staðrind eða hrossaskítur? Já, svarréttin. Þetta finnst mér ekki það ólíklegt. Ég meina að það er mikið að kojum í Bandaríkjunum. Fólk er að drita börnunum í kojur og það er ég meina að er kojur inn í þessu það? Já, sjálfsögðu. Rúm. Þetta er væntanlega bara kojur. Þá myndi ég segja kojur. Þá myndur þú segja kojur? Já, þetta er ekki rúm. Þetta er ekki bunk beds, þetta er bara beds. Þú þarf að lenda rosalega illa til þess að deyja á þetta rúminu. Það er að lenda á hálsinum og... Já, en hvað sagði þetta að vera margir? 1 af hverjum 10 miljón. Þú gæti þetta verið trick question. Gæti þetta verið 1 af miljón og hann bætti bara við og kerið upp í 2 miljón. Gæti þetta verið trick question. Nei, ég er ekki með svoleiðis leiðindi. Þú er ekki með svoleiðis, ok.
Þannig að annarkort þetta alveg frumsamið eða tekið. Já. Ég ætla að segja að þetta sé, ég ætla að segja þetta sé rétt. Ég held að fólk sé að þetta, ég held að 1 af hverjum 2 milljónum detti fram á rúminu sínu og degi. Já, ég þarf að sammála sem þú rann. Reiki hausin í og... Það er líka rétt hjá okkur. Já! Það eru rólegur. Þetta er mjög spennandi í dag. Já, 2-2. Þá er það þriðja spurning. Þú ert 100 sinnum líklegri til að vera bitin af ókunnri mannesku í New York en að vera bitin af hákarli á strönd. Eru mannesku mikið að býta hvað annan í New York, bara svona, þú lapp út og götu? Þú verður bara bitin? Já, það er spurning. Er það 100 sinnum líklegri heldur en að vera bitin af hákarli? 100 sinnum líklegri? Ég myndi segja að það væri líklegri, sko. Er ég með svarið þetta? Já, þú varst svarið Hákarlar eru mjög sjálfgerðar. Það er bara hannig. Hvert einskipt sem einhverju bitin og kemur á neti, sko, það er sjálfdan. En það eru örugglega einhverju vitleysingar að býta fólk. En myndi það ekki koma á neti líka út bitin? Nei, bara ef þú slástu eitthvað. Nei, New York og hann býtur þig og það er ekkert með MBL, sko. Þú er bara í heiðalegu barnaamali og það kemur einhverju og býtur í kálvana þér. Það er bara, þetta gerist hann einhver dagarna, sko. Þetta er... Þetta er rétt. Þú segir þessi styrlu staðrend. Það sé 100 sem líklega að vera bitin af ókunnur mannesku í New York. Já, ég ætla að segja, ég er sammálaglið, þetta er rétt. Það er rétt hjá okkur. Alltaf herma þetta vöðvingjar. Já, 3-3. Hvernig getur það verið? Það skiptust á að svara. Herma þetta vöðvingjar, það nærði árangri. Herru, varst þú ekki að herma þetta með rétt á að með rúminn? 4. spurning. John Owen á stærsta bikarsafn heims og geymir það í vöruskemmu í Hong Kong. En þeir eru allir keyptir. Vann hann engan inn? Vann hann ekki 1 bikar sjálfur? Hann hefði kannski unnið 1 og 1. En flestir keyptir. Tekur segja bikar og vann sér og ekki inn? Hvað trúður þetta? Þú basically segja bara að það sé einhver gæði sem safna bikurum og hann ætti á sennilega fleiri bikar en þeir sem þurfa að eignast á og keppa fyrir þeim, hann getur bara farið til búið keypt á. Já. Þannig að mér finnst mjög líklegt að sé einhver sem eigi fleiri bikar en einhver afreksmaður. Það er einhver að safna bikar, fólk er að safna skiptimum. Það er einhver á Íslandi sem safna skiptimum í strætó. Það er málið. Pottið, það er einhver að safna einhverjum fingurbjörgum og jójóum og það er allir með söfnun og áráttu. Þetta er 100% rétt. Þú segir þessi styrlu staðrend? Hvað segir þú, Egill? Það er engin það vitlaus að safna bikurum. Þú vinnur bikar, þú safnar þeim ekki. Þá veit að segja, hvað var í Asíu það ekki? Asíu búin í spesoft, við kynum það, en þetta er kjaftaði. Þú segir þessi rosaskittur. Rétt hjá Agli. Aha! 4-3 fyrir Agli. Hvernig veistu þetta sé bull? Ég meina það er allavega engin John Owen. Nei, ok. John Owen? Já, en ég held samt... Hvernig varstu klökkað á þessu? Ok, John Owen er hljómar eins og meira upp neym, ég ætla að kveikja því. Hann á ekki stærsta bikarsafn heims. Nei, en það er samt pottið einhver sem á stærsta bikarsafn heims, sem er ekki afreksmaður. Það er alveg rétt þegar þá einhver stærsta bikarsafn heims en það er ekki John Owen og gemur það í Hong Kong og kaupir þá. John Owen? Nei, ekki Hong Kong. Skeistaði þarna. Ég er komin yfir. Þú getur jafnað í lokin. Nei, ég gerir það. Og Egill á svarréttin. Nei, ég á svarréttin. Ok, það dó maður, nei, ég ætla að láta Egill taka því annars segir það bara saman og þú og þá er mörgum í sigur. Það dó maður í Kóreu við að borða lifandi kolkrabba. Kolkrabbinn tók hálsinn á honum og kyrtan. Og nú er þetta mjög áhugaverð spurning því að við vorum í asíska draumnum og þetta var áskorun að sveppa krull. Sko, stór kolkrabbi getur kyrt þig. Sko, hann var að borða lifandi. Það dó maður í Kóreu við að borða lifandi kolkrabba. Sást ekki áskoruna sem Sveppi tók? Já. Hefur einhver dáið við að gera þetta í Kóreu, er spurningi mín. Og þegar kolkrabbinn kyrtan? Já, hann bara komin upp í hann og þegar hann var leiðinni niður þá var hann að grípa hálsinn og kyrkja kæfan. Það er mjög líklega rétt. Ég segja að það sé correct. Þú segir þessi styrlu staðrend? Já, þetta er líklegt. Steindi? Ég segja að það sé rétt líka. Já, ok, þú ætlar ekki eins og að reyna jafna. Nei, ég veit þetta er rétt. Þetta er rétt. Þannig að þú varst með fullt hús, Egill. 5-4 fyrir Agli. Hefði eina sem að, sko, þegar ég las þetta í dag, ég var að lesa þetta á netinu, hefði Sveppi gert þetta í asíska draumum vitandi að það er maður dáið við að gera þetta? Alveg 100%. Hefur það? Já. Ég er ekki viss það. Þannig að það er hrættur, Egill, þú ert king of sturluða staðrenda í dag. Thank you, man. Hér er þetta smá stund, Ágúst Bent kemur til okkar. Við erum komin með góðan gestinga í stúdíóið. Það er að mínum að þetta besti rappari landsins. Hann heitir Ágúst Bent, vertu velkomin. Já, takk hérlega fyrir að bjóða mig svona velkomin í þetta stúdíó. Og ég er líka besti rappari í Íslandi að mínu eigin mati. Já, gott að heyra. Maður verður að vera kokki ef maður er rappari. Já, ég held að það sé skilda. Það væri weird, þú verður ekki sammálaður. Já, ég er enda frekar slappur, sko. Man þarf ekki að slappa þá sem þetta ekki bestur. Maðurinn. Það er, já, bara svo við byrjum. Ég ætla að henda hennar byrja hraðaspurningar, Bent. Þú komið oft inn til okkar en þú er aldrei farið í hraðaspurningar. Ok. It's time. Já, en áður fyrir mig það, þá þið eru að spila helgina, Rotterdam. Jú, ég þarf alltaf nú að gera.
Já, ná að gera. Hvað að gerast? Við erum að spila á Sjallanum. Já, það er Norðurlandi. Á Norðurlandi, á Akureyri. Og þetta er einhvern veginn, síðan Sjallin átt að loka, við erum búin að spila þarna svona 10 sinnum. Er þetta loka giggi? Ekki alltaf eitthvað, sko, ég held að Páll Óskars er búin að halda 3 loka giggi í Sjallan. Já, við líka, sko, þetta er einhvern veginn alltaf, lokar aldrei almennilega. Það er sem er fínt. Og Rottweiler-hundar og Chase eru þar með ball á morgun. Það verður alveg gjörsamlega sturlað. Og allir þeir sem eru fyrir norðan þetta endilega kíkja þangað og leta sér lund. Já, ég get nú bara votta það eru skemmtileg stundjum, það er að fara í Sjallan. Já, svo var líka gott að hita á sér hamsinn fyrir bardagan. Það er bardagan Conor McGregor og Floyd Mayweather. Það er náttúrulega hefði seint. Já, bara strax eftir ball. Þannig að það er rosa fínt að skella sér á ball, svitnaðins, fara heim í sturtu, svitnaðins, fara aftur í sturtu og horfa svo á bardagan. Fíla. Þetta er gott plan en ég hef oft sagt það í þessum þætti að hreinskilnustu menn sem við fáum í FM 95 blöð eru Ágúst Bent og Ingo Viðugð. Þeir segja bara það sem þeim dettur í hug. Já, ég og Ingo erum eins. Já, það kemur fyrst upp í hugan og það er sem að hraðspurninga ganga út á. Þetta er þannig, þú nú hreinsar í hugan og segir bara það fyrsta sem þið dettur í hug. Já, það er mjög léttur með að hreinsa hugan. Það er mjög stillt hérna uppi. Það er kyrrð. Þannig að þú ert búin að hreinsa. Já. Ertu tilbúin? Já. Ok, þá er það hraðspurningar á Ágúst Bent 1, 2 og byrja. Besti matur? Public House. Besta bíómynd allra tíma? Terminator 2. Þarf alltaf að vera vín? Já. Ég var vonast til að segja sjálfsögðu nörd. Nei, menn nördar mig að líka fór sér að draka. Hvað drekkur á djaminu? Bjór. En á virkundum? Bjór. Uppá sjónvarstættir? Surgeon. Uppá sjónvarstættir? Uppá sjónvarstættir. Review. Hvor er betri rappari, Erpur eða Bent? Bent. Fallegasti kallmaður heims? Bent. Nei, jú, Bent. Besta lag Rottweiler? Í næsta liði. Hvað fyrir mest í töðuna þér? Ég reyni að láta hluti ekki fara töður mér. Þannig að fólk sem læta hluti fara töður og sem fara töður mér. Uppáhaldslið í ensku? Hvað, í fótbolta? Já. Blackburn er fyrir cool nafn. Hvernig áttur síðast náinn kynni við hitt kynni? Fyrir, veit ég, 9 dögum. Ógeðslega nákvæm. Shit, hvað það nákvæm svar maður. 9 dögum? Já, fyrir 9 dögum. Ok, hver er þinn helsti kostur? Allir sé ekki hreinskilin að leikja með þessum. En þinn helsti galli? Já, erfitt með að ljúga í leikjum með þessum. Hvað verður mest ekki í back? 140. Fallegasta kona í heimi? Bara svo sem mann er hjartanæst. Já, hver er það? Ég er rosa lítið í því að fantasera yfir ókunnum konum og ég ætla ekki að fóðra ego þeirra sem eru hérna heima. Ok, ertu á lausu? Já. Langaði að vera á föstu? Já. Þá er þetta komið. Förum rattið, besti matur, þú sagði Public House. Já, það er svona smátt að ég vill fá eitthvað í staðinn. Ég get mætt nefnir þetta að vera eitthvað í staðinn útvarpunni í staðinn. Top plug, með free meal í kvöld. Já, besta bíómynd alltaf tíma á Terminator 2. Já, ég þurfti ekki að hugsa lengi um það. Nei, en þú ert movie buff. Já. Það er Terminator 2 og Kill List og allt sem Edgar Wright hefur gert. Ok, þú vilt meina að þau eru alltaf að vera vín, þú drekkur bjór á djaminu og bjór, sko, ég held nefnilega að þú myndi segja pilsner á virkundum, þú varst nefnilega að segja með það daginn, þú verður að drekka pilsner. Það er enda rétt, sko, maður drekkur bara svona bæði, svona, það er virkið dagar er náttúrulega rosalega margir. Já. Svona, á mánudum og þriðjudum er það pilsner, svo restin er það. Það er bara bjór svo. En svo náttúrulega er alveg svo skalinn á milli, sko. Það er líka fínt að þetta í bara 4,0 bjór. Það er svona mitt á milli, einhvern veginn. Já. Er það ekki annars? Jú. Mjög gott, já. Upp á sjónvarstætti voru hvað? Ég sagði review, ég veit ekki hvort það sé satt, sko. Það er bara fyndin þættir sem við vildi peppa, einhvern veginn. Já. Þessir? Hérna? Já, þetta er geðveikt. Þeir voru reynda kanselaður í miðri 3. seríu sem er mjög sárt. Ég held að myndir hendi Black Mirror. Já, það er náttúrulega frábæra þættir. Svo spurði ég hvort verður betri rappari, þú eða Erpur, þú sagði þú. Já, það er náttúrulega eins og við talum á þann, það er skildaður úr rappari að finnast þú sjálfur bestur. En þá verði ég að spyrja, hefur einhvern tíma verið svona feud eins og með John Lennon og Paul McCartney þegar þeir voru að rífast á sínu tíma út á Yoko Ono og annað, hafið þið Erpur rifist mikið á löngum ferli? Já, við höfum náttúrulega búin að vera það lengi saman að við höfum rifist miljón sinnum, sko. En einhvern tíma þannig að þau ekki tala saman í einhverja vikur? Nei, kannski ekki alveg. Ég held að þau voru að díla verð og er bara ein leið út og það er að leiða honum að ráða, sko. Fallegasta kallmaður heims, það varst þú. Besta lag Rottweiler.
í næsta liði? Já, mér finnst það vera besta ræði. En svona ef þú ættir að taka eitt af gömlu lögunum, er eitthvað svona meira uppáldið en annan? Ég þól ekki þessu gömlu lög, sko. Ná, ok. En eins og þeir að spila í Sjallanum, annað kvöld, eru það ekki að taka gömlu lögin líka? Jú, maður tekur það, maður er fólksins og tekur það á sig. Þeir eru ekki boðið og svona? En rapp er nefnilega eitthvað sem að á ekki standast tímans tönn, sko. Rapp á bara að vera eitthvað neginn sem er ákvarð núna, ákveðin stemming. En jú, ég viðkynna, ég alveg set á gamalt stöf einstakar sinnum, maður er homo sapien, eins og þetta er þinn. Já. En þessu gömlu lögin, ég veit ekki, Svenlega Sakamál, það er cool. Ok, það fyrir mest í töðanræði þegar fólk er að láta hluti fara í töðanræði sér. Þú átt ekkert uppáhaldið í ensku, horfur bara aldrei á fótbolta? Ég hef alveg, íslenska landslið. Já. Ég horf á þá. En þeir eru ekki ensku deildinni? En þú ert ekki United maður eða Pullar eða eitthvað? Nei, og mér finnst það mjög hallarslegt að vera eitthvað. Takk fyrir það. Þú átti síðast náinn kynni við konu fyrir 9 dögum síðan. Þinn helsti kostur er, hreinskilin svona spurningakefnum og það er líka þinn helsti galli og svo áttu 140 bæk, það er helvítið vel gert. Já, strákar minn, ég leini á mér. Er það meira en vöðvingin? Vöðvingin á 165. En þú veist að steindi klikka á 70. Þú veist ekki að kjötinu, Jó, kjötinu, ég hef aldrei farið í slopp. Þannig að sko, bent á meira en 100% meira heldur en steindi klikka á 70, hann á 140. Ég er náttúrulega, það var þegar ég verið upp með besta, núna hendi ég veit ekki, 120 kannski? 120 vel gert. Ég hvet alla til þess að kíkja á Sjallan annað kvöld. Það verður meðal annars þetta lag tekið og þið vitið að það er bara ein fucking regla. Ég vil fentur, neklu mellu, híðan upp og hellu. Listaráð FM 957 inn á FM957.is. Tómur ískápur? Ekkert mál. Hagkaup er opið allan sólarhringinn í Skeifunni, Garðabæ, Eiðistorgi og Spönginni. Hagkaup. Allar tölvur eru með 5% afslætti þessa vikuna í Makklandi. Bara þessa viku í næstu viku lækkar afslátturinn í 3%. Makkland, besta land í heimi. Future í höllinni 8. október. Miðasaga á tix.is/future, Coca-Cola og Sena Life. Þú færð ekta íslenskan rjómaís frá MSIs á N1 stöðum allt land. N1 alltaf til staðar í sólinni. Það er 180 miljónar risapottur í getrunum helgina. 1x2, við tippum. Svona þetta. Gera, læra, vinna, skapa og leika þér. Babú. Ekki gleyma að leika þér. Svona þetta. Fáðu Lenovo hjá Nýherja, Borgartúni, Kaupangi og netverslun.is. Svona þetta. Föstudagar á Fosshótelum. Í tilefni af 170 ára afmæli Carlsberg bjóðum við 2 fyrir 1 alla föstudaga á öllum Fosshótelunum. Komdu og smakkaðu söguna. Fosshótel og Carlsberg léttur. Líklega. Nýtt kombotilboð á Grill 66. El Rino ostborgari, franskar kók og sportlönn súkkulaði á aðeins 999 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís. Happy hour, milli klukkan 3 og 8 alla daga. 14 tegundir á krana. Hverfisbarinn, Hverfisgötu 20. Frí áfylling á kókið. American style. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Mjög gaman að segja frá því að af því að það var Keiluhöllin er sponsor á þættinum. Að við vorum að fá áskorun bara núna fyrir 1 mínútu síðan sem að tengist hvort myndur frekar í dag. Keilulandslið Íslands er búið að skora á FM 95 Blöð í keppni. Ég hef enn og aftur komið okkur í vesen. Já, þið voru að tala um það í dag að keilulið, besta keilulið Íslands gæti ekki verið það gott af því að veit ekki hvað það er. Nei. Landslið er náttúrulega besta liðið landsins. Já. Sko, við ætlum að fá forgjöf þá, ekki? Já, það er forgjöf í keilu. Ég held að fáur hæst 80. Ok, býtu, það var 80 tótal sem lið. Nei, þá varst þú með 80, ég er með 53 hætt. Ok, ég er að potið með 80, ég finn sjaldan í keilu. Ég get lofað þér því að við erum að fara að pakka þeim saman. Íslandsmeistarar í keilu, hvað? Vilja þið fá okkur trúana og pakka þeim saman? Þú veist ekki niðurlega einhverju landslið? Sko, ég held að þið fattið ekki hvað þeir eru góður, en við getum allavega gert okkar besta. En maður spyrja einu, hafa þið náð 300 pinnum í einu leik? Örugglega einhver af þeim, já. Sem er fullt skor. Steindu ekki þetta.
Ég hef ekki gert það. Steindi hefur ekki náð 150 stig. Nei, en með forgjöf er það árið 230 stig. Reyndar. Sem þýðir það að ég geti náð 230 stiga leik. Sko ég treysti mig alveg til að setja 200 punktar niður. Sem fæ 80 á það. Þú komur sér gæðið saman. Þú ert reyndar með versta keilustíl sem ég séð á ævi minni Egill, sko. Við þurftum að æfa þig aðeins. Þú ert alltaf rosalega svona vöðvar og kallaði vöðingjan og svo fer kúla en ógeðslega hægt. Einu skiptin sem einhverju pinna fara niður, það að þið sopna á meðan kúlan á leiðina. Það að miða á miðju keiluna. Já, þú ert samt að kasta kúlunni. Við náttúrulega verðum með þetta á snappinu og sínum bara hvernig gengur. Ef ég nota my muscles, þá fer ég alltaf í rennuna. Hvenær er þetta? Við verðum að láta gera galla, heilgalla. Við þurfum að gallaður upp. Þetta er ekki að keila eins og trúður. Þetta verður í galla. Þeir eru potið í búningum, landsliðsbúningum. Já, þetta er bara krafa. Ég vil fá heilgalla og ég vil vera með hanska og helst 4 kúl. En ein spurning, hvað er margir í liði? Það er bara best að vita, það eru 3 lið, þannig að við erum akkurat eitt lið. Ok. Þegar maður að keppi utandeildinni í keilu, þá er alltaf 3 sem spila. Ok, ég veit að ég stundum að hlaupa á mig og ég stundum ykkur ofmati. Ég gerir mig grein fyrir því og ég tek það alveg á mig stundum. Já, eins og þú hefstum myndið potið taka 80 back en tók 70. Já. Nei, þú tókst ekki 70. Já, en það má heldur ekki gleyma að ég hljóp marathon. Ég gerði það. Sko, málið er það að þetta hér, að við 3 með forgjöf að móti einhverjum lúðum í keilu. Þetta er þetta toppmenn, þetta er ekki lúðar. Þetta er gefins. Ég myndi veðja á þetta. Þá bara veðjum við þá. Það er bara ekkert mál. Við getum líka að fóta á þjóðina með okkur í lið. Fá okkur að jámenn á svæði, til að gefa okkur 5 og svona. Fá áhorfendur og við getum fengið áhorfendur. Við getum líka að láta trufla þá. Það má. Það má nafnilega ekki held ég þú að keppi keilu. Bent var að tala um það. Nei, Bent er ekki landsliðsmaður í keilu. Nei, hann sagði að það mætti þanga til að þið gera. Ég get alveg trúa því þegar Bent er í keilu með sínu vinum og þá að vera að trufla, sko. Ok, ertu að segja það? Ok, þeir sitja þetta, strákanir, eða þetta fólk sem er að fara að keppa mót okkur. Þau sitja þarna. Ég má tala við þau. Já, en þú mátt ekki tala held ég þegar það er að lappa og kasta. En hann má segja, sko, áður ykkur fyrir liftu, þá má Steindi segja mér, hörðu, piece of shit, mútt að gera. Og bæða veg, og frábært tastra. Vistu hvað ég get sækað út? Hefur þið séð kvikmyndina Basketball? Já. Ég kann hann utanaf. Ég veit ekki af hverju maður tala um þetta. Ég geti farið bara núna beint þetta þátt. Ég ætla bara að svara núna. Þeir voru að senda ángríns, þeir voru að skora okkur leik og þeir heyra það bara hér. FNÍ blöð ætlar að taka landsliði í keilu og pakka þessu. Já, það er bara pottið. Við fáum þjóðina með okkur og það verður 4. maður. Að gera það líka, tökum þessu alvarlega. Ég vil fara 2 og 3 svo að æfa mig. Ég ætla að mæta. Ok, við tölum bara hreinisleiku. Þú veist að við myndum aldrei fara að æfa okkur. Þetta er maður sem alltaf hlaupi 2 mánuði fyrir maður. Við mætum bara og keilum og vinnum. Það er þetta geggja, það er alltaf verið draumurum minn. Ef við náum að fá fullt af fólki til að horfa, þá langar við að taka Woody Harrelson í Kingpin, labba fram hjá okkur og taka pizzun hans. Já, það verður jámaður að vera með pítsu, klára. Við verðum bara að koma því fyrir. Við látum einhvern jámann vera með pítsuna og býða eftir okkur, svo komum við inn. Geti mögulega King sem vil flaska okkur upp hérna á brautin. Það er ekki gott að vera fullur. Nei, ég myndi treysta mig til þess að vera allavega mjög rakur og nýbúin að taka pítsasneið af einhverjum og ná að klára þetta landslið. Þetta er ekki flókið, strákar. Pæliði, íþróttir eru oft flóknar og svona. Þetta er kúla sem hún kastar í ykkur keilur. Mjög einfalt. Þetta er svo einfalt. Ég hef keppt í keilu og ég veit þetta er erfiðar en það, sko. Heldur það væri þá ekki allir bara með 300 stiga leika, þetta er svona ógeðslega létt. Ef einhver landsliðinu hlusta, það er með þá tíma til að bakka út úr þessu. Þetta er niðurlæging fyrir ykkur þegar við trúðarnir pökkum ykkur saman. En samt ángríns, þetta væri niðurlæging fyrir þá. Nei, við náttúrulega, ég held að við veigum lítinn sjans bara þegar við þetta. Í þetta skipti hefðu þeir átt að hafa hljóð. Þeir hefðu átt að hafa hljóð. Við byrjum með 80 punkta á mann. Hvernig getur þú skitið á því? Ég fæ bara 53. Því ég er með forkjöf. Þú ekki á, þú ert bara trúður svo við. Við erum með vanar keilar í liðinu. Samt er þú mesti efins á. Gerðu bara saman til gólur að gera. Þú ert bara forkjöfsundlari, ljúðu bara. Það er ekki hægt, ég er í kerfinu. Ertu kerfi? Keilukerfinu? Keilukerfi? Hvað er keilukerfi? Stendur Master of Pooh þar á 53. Þetta keilukerfi. Þetta verður einhvern veginn furðulegra og furðulegra. Já. Herðu, allavega, við höfum ákveð að taka þessari áskorun. Kæra keilulandslið Íslands. Við þakkum ykkur kærlega fyrir það. En svo komum við inn á hér áðan og þá erum við að keppa við landsliði í keilu. Það verður auglýst síðar, þetta verður ekki núna í september bara. Já, þetta verður alltaf með léttari áskorun sem við tekið félagarnir. Sko, ég held það sem að þeir veit ekki alveg hvað er búin að koma sér út í að því að við munum fara all in á það. Já, þeir gera sér ekki grein fyrir því. Þeir átta sig ekki að því að við erum að fara að mæta þarna bara í heilgala. Já.
áhörfundur. Við erum vanir að skemmta fram en áhörfundur, ekki þeir. Já, við erum með drikki. Það er mikið press á þeim sem þeir eru ekki vanir að. Nei, panika þegar þjóðin kemur. Og svo munum við líka bóka alls konar óvænt skemmtiatriði sem getur truflað á. Við munum auglýsa þetta betur síðar, ég skal lofa ykkur því. Þetta er bara áskorun sem datt inn hér rétt áðan. En það er svaðahelgi framundan. Það er náttúrulega United á morgun Egill. Við erum spenntir fyrir því. Já, ég er mjög peppa fyrir. Leicester heima og svo er bardagi altarins. Já, og svo er Conor og Mayweather. Fyrst eins og ég sagði, fyrst þegar maður heyrða þessu þá er þetta náttúrulega, þetta er svo mikill sirkus og Conor á náttúrulega bara að vera í UFC að gera sína hluti og reyna að verja þessa titla og allt þetta. Síðan með tímanum, maður er búin að fylgjast með öllu ferlinu og svona, þá er maður ég er að deyja á spennu og allir sem ég hitti er að deyja á spennu, þannig ég það getur og sko haldi ekki allir með Conor? Jú, þetta er náttúrulega bara 2 fáitar, ég held að Conor sé bara eins minni fáiti, en þetta er sko allir veðbankar. Þetta byrjaði þannig að það var 1/11. Já, og nú er það 1/3 eða 4. Nú er þetta komið 1/3 eða 4, þannig að þú veist, það er hann er með 0, hann hefur aldrei farið í boxing. Einu sjensinas Conor er að eiga lucky punch í rótu 1 eða 2 og rótan. En hann er því ekki, ef þetta komið lótu 3. Nei, ég myndi segja fyrstu 4. Hann á alveg orku og krafti fyrstu 4. Hann er toppstandi. En allt eftir það, ef Mayweather að kýla mikið í skrokkin, hann náttúrulega er að fara að koma inn mjög viltur af því hann á engan annan séns. Hann hlýtur að koma inn í lótu 1 kolvillis, Tyson, bara hlaupa á honum fyrir að hamra. Það er spennandi að sjá. Og það er hægt að kaupa pay-per-view á þetta á Stöð 2, þannig að þú ert ekki á Stöð 2 Sport, ef þú ert ekki með Stöð 2 Sport, þá getur þú keypt barndan á 6.000 kall og hort á hann. Það er þetta svakalegt. Svo ef þú vilt taka flöskuborða hjá King Simavilla, þá kostar það 19.900, þá er þetta besta stað að horfa bara þann það líka. Þetta er ódýrasta flöskuborð sem ég hef heyrt Ótrúkka, þetta er mikill kongur maður. En það er komið að lokum hér hjá okkur F95 Blöð og Steindi, þú ert ekki með okkur næsta föstudag. Herru, ég verð ekki með okkur næsta föstudag. Ég verð stattur í Fenum. Já. Og kvikmyndahátti. Já, og kvikmyndahátti. Það er verið að frumsýna kvikmyndina undir trénu í Fenum. Þú og Clooney? Já, ég verð með Clooney á Rauðadreglum. Það verður þetta svakalegt. Þú voru að snappa þig og sér hann. Já, þá er það að tala um snappa Snapchat sko. Ég skal vera með Snapchatið opið allan tíman. En en síðan er myndin frumsýnd líka hérna á Íslandi aðeins setna, 7. september. Þannig að það er nú bara viku setna. Þannig að þetta eru mjög spennandi tímar. Ég verði að nýta tækifæri, víst þú spurði mig aðeins út í. Ég haf búin að lofa framlegenda myndarna sem er í miklu stuði þessa dagana að það var að koma inn Facebook leikur akkurat núna. Og það er verið að gefa miða á myndina á Facebook síðu undir trénu, bara Facebook undir trénu, og það er verið að gefa þar miða, þannig að ég hvet alla til að henda sér inn og reyna að vinna miða, og það er á sérstaka gala sýningu, þannig að fólk fær að taka hendina þér og svona. Fólk fær að taka hendina mér og hvað var ekki ekki? Nei, það er samt svo gaman, þú færið samt að það er rauður dregill, þetta er í háskólabíó og svona, það er stemning, það er úrslega gaman að fara og svona, og myndin er góð, ég er búin að sjá hana og ég lofa því, þetta er kolsvartasta komedía sem þú getur séð. En fáum við ekki eitthvað svona spesýningu, ég og Master of Pooh? Hægt að kalla með Master of Pooh, ég er búin að kalla það Vöðvingi. Málega Vöðvingi.